Þá það Erpur Eyvindarsson með 3 tíma uppistand lífið og veginn. Þvílíkur viðmælandi. Ég biðst afsökunar á því hvað mér gekk illa að bæla flissið og þá sérstaklega þegar hann fór að lýsa túristagildrunni í Vietnam. En þeir sem hafa komið í Cu Chi Tunnels í Vietnam, þeir sýna þessu vonandi skilning. Hvað rætt í þættinum? Allt sem ég ætlaði ekki að ræða, svo mikið víst. Ég mjög vonsvikinn að ná ekki að ræða þær sögusagnir við Erp að hann hafi æft á klarinett sem ungur drengur, en það sem við ræddum hins vegar finnska uppeldið hans, munurinn á Könum, Dönum og Finnum, vietnamska stríðskildur, eins og áður segir, djúpstekt sushi, að Erpur hafi smánað bandarísku þjóðina og verið dæmdur fyrir það, þegar að óprúttnir aðilar köstuðu Molotov-kokteil í bandaríska sendiráðið, í skjóli næturs og áfengis. Allt kjaftaði sem Friðrik Dór hefur þurft að umbera á ferðalögum þeirra feðgað landið og hvernig sundferð gaf Erpi meiri sælutilfinningu og velíðan heldur en nokkuð tíman einhver verðlaun sem hann hefur unnið til á lífsleiðinni. Einfaldlega geggjaspjall. Takk fyrir mig, Erpur. Takk fyrir mig, Tufti. Það kalt úti og það forgangsmál hjá mér og þessu hlaðvarpi að þú sért vel klæddur, kæri hlustandi. Þess vegna ætla ég og Eirberg, fyrst og fremst ég, að veita 25% afslátt af öllum Tufti fatnaði út mars. 25% betur þekkt sem 1/4 í afslátt. Takk fyrir pent af Tufte, bambus og merino ullar blandaða útivistafatnanum. Þrusið ykkur inn á eirberg.is og notið afsláttakóðan SNORRIT. SNORRIT. T fyrir Tufte. Gildir út mars. Verð ykkur á góðu. Í AHA-appinu getur þú svo pantað frá yfir 100 veitingastöðum á höfuðborgarsvæðinu, skrollað og skrunaði gegnum öll bestu tilboðin, bæði á mat, gistingu og afþreyingu og fengið þínar pantanir sendar upp að dyrum á 100% rafmagnaða bílflota AHA. Það bannaði enginn að sækja sjálfur, þitt valið, strunsaður rakleiðis inn á aha.is eða sagtu þér AHA-appið til að skoða úrvalið og alla matselina sem AHA hefur að geyma. Ferskur, kolsýrður og bragðgóður, ég að sjálfsögða að tala topp. Framleiddur samkvæmt ítrustu gæðakröfum því ef þú ætlar að gera eitthvað, gerðu það þá vel. Og ef þú ætlar að drekka kolsýrt vatn, hafa það þá topp. Ef þig vantar svo rafgeimi, þá kemstu í hæsta gæðaflokk með því að velja Bosch rafgeimina og það eru Kemi sem útvegar þá. Kemi á Tunguhálsi 10 eða kemi.is. Svo það Sjóvá sem tryggja ánæðari viðskiptavini. Og þetta tvískilningur. Þetta leikur að orðum því Sjóvá tryggja sjálfsögðu sína viðskiptavini, enda tryggingafélag, og þau tryggja ánæðari viðskiptavini því að þau bættu við sér 5. árinu af ánæðari viðskiptavinum samkvæmt íslensku ánægjuvóginni. Marsin spila þar inn í, sem dæmi fá viðskiptavinni Sjóvá hluta sinna iðgjalda endurgreidda ár hvert eða eru tjónlausir og svo framúrskarandi þjónusta. Þetta ekki flókið. Setjum hennar þátt að stað. Takk fyrir að hlusta og vonandi hafið þið gaman af. Erpur Eyvindarsson, gjörðu þið svo vel. Erpur, velkomin. Dankeschön. Það lifnar í þér. Já. Ég ætla bara, ég ætla að lækka þenn síðan með þess að. Já, þetta maður sprengir í mikrofóninu. Svakalegt barkakýli, sko. Rosalegt, stendur út. Veistu, við hittumst fyrst. Við tökur á Svengesklúbb. Það var ekki við. Það var ekki við, það var alltaf En þeir hittist fyrst á. En þú varst að taka upp, ég held að var Gevalia auglýsing með Ragga Bjarna. Það er rétt. Stemmið það? Það er rétt. Inn í Granda, já, gömlu litli bílskúrar sem allt einhverjir svona súrdögs veitingastæðir. Með gömlu verbúðnar eða það Lengjan. Já, Lengjan mitt. Og ég gleymi ekki, ég var aðstofast Baldur, ljósmyndara sem var að mynda ykkur í auglýsingunni. Já. Og það var eitthvað, þetta er gamall bara bílskúr, endalaust að drastli, skilur, bara, elska. Já, og bara svona hugarfóstur, einhver sem er sankað sér hlutum í gegnum tíðina og uppi hangir einhver mynd, svarthvít mynd, minnum mig, og það er verið að stilla lýsingurinn og eitthvað á þér og Ragga og þið sitið þarna áður en byrja að taka upp og þú ert bara á einhverju ranti þessa mynd. Já. Og maður máluð af einhverju fátækri einstæðri móður í Austur-Evrópu í gamla daga með kolum. Já, Keti Kolvits. Ég hef ekki hugmynd, sko. Mér minnir að þetta hafi verið það, sko. En ég Pólsk. og einhverju svona 2-3 aðstofamennarna sem voru svona á þeim aldrei að vita Erpur bara rottvælir eitthvað svona, þú veist, þessi gæi geggjaðir eitthvað, að þú varst eitthvað að tala eitthvað kólamálara úr seinni heimsstyrjöldinni eða eitthvað svona. Við vorum bara svona nokkuð mindblown yfir því að þú vissir að þú hafðir einhvern annan orðaforða heldur en bara eitthvað svona bitch og fuck you eitthvað. Ég náttúrulega myndlistarmaður. Ég var alltaf, ég útskrifast á myndlistabraut og var í því, sko. Þú útskrifast á menntaskóla? Já, ég útskrifast, ég fór í myndlistabrautina í MA
og svo var ég endar í menntaskólanum á Ísafirði. Já, þú ert náttúrulega vestan. Ég að vestan, en síðan útskrifast ég á FG á myndlistabraut og alltaf í myndlist, þú veist, og var óslega mikið, ég teiknari, þannig að ég var óslega mikið í mér varst rosa gaman að gera teiknumyndasögur og var í blek og gisp og þessum teiknumyndasögur kreðsum, en eins og ég segi, listsköpun sköpun nummer 1, tæknin nummer 2, þannig að þegar ég fer á fullu sko, þegar maður sér að maður verður bara pró í tónlist listamenn, það skiptir ekkert endilega grunnmáli hvað tækni hún notar, aðmáli að koma frá þér hugmyndum og koma frá þér sköpunni, þannig að ég búin að vera náttúrulega bara við þekktastu náttúrulega fyrir tónlistina, en ég alltaf verið í myndlist og hef rosalega áhuga á myndlist sko. Já, en þú veist, það var einhvern veginn bara svona smá að sjá hann áhuga og bara þennan svona fróðleik út af að bakiði býr einhver svona forvitni og bara áhuga að vita meir þetta. Það alveg hárrétt, ég náttúrulega sko, ég held að allir hafa gott að vera nöllar að einhverju leiti og ég alveg með mitt svona nölleri þar sem ég fer bara í Dustin Hoffman í Rain Man bara, þú veist, maður á rófunu sko. Og hverju beinir þeirri orku? Ég meina það listir sko, en líka sagnfræði. Ég rosalega áhuga sagnfræði og pólitík og heimspólitík bara eins og hann leggur sig rom Í alvöru? Já, ég er bara núna ég alltaf við að mér hvað það var þar ég vindlar ég myndi ekki segja að ég væri yfir heildina fótbolta áhuga maður. Nei. En allt sem hefur að gera með Maradona sem er basically bara besti fótboltamaður sögunar, það alveg bara það bara byrja ég að fytla við mig skilur, það bara, þú veist þannig að ég er með svona ákveðin áhugasvið sem ég hef það sem ég fer bara í trans. En þetta, þú veist, þú segja þarna, kemur á vestan pappiðin rithöfundur, eða ekki? Pappiðin rithöfundur, mammaðin sérkennari. Já, passar. Þetta eitthvað svona smá þvingað upp á þig eða? Eitthvað svona smá meiri fræðimennska heldur en bara lesa einhverja teiknimyndasögur? Nei, sko, ég held að mamma og pappi, mamma kann öll ljóð sem hafa verið samin á íslensku. Okay. Og pappi, þú veist, þegar við erum litlir og ég alveg upp í Danmörku að hluta og þá fann pappi sko svona geðað skemmtilega bækur sem voru svona myndrænt verið að segja svona öldin okkar skilur alveg frá sko miðöldum og alveg fram okkar tíma og þetta var allt sem sagt á dönsku og með myndum, þannig að pappi svæfði okkur með sagnfræði skilur og það bara alltaf hægt, góðu kennari og pappi náttúrulega líka verið að kenna bæði upp í háskóla og í kennaraháskóla og menntaskólum að þú veist, það að gera þetta allt spennandi, þannig að bara alveg síðan ég var krakki þá hef ég alltaf svona haft rosalega áhuga á því og þetta var þannig að maður var svo sko helsjúkur að þegar við vorum að leika okkur í Lego og Playmo þá vorum við bara með þema, bara já, núna þetta tímabil og þá voru bara riddarar til dæmis og síðan kom einhverju lúðar skiluru sem voru bara alltaf að leika með sko, þegar maður var að taka einhverju vini sinni úr skólanum og svo erum við að búa til kallinn okkar, Playmo-kallinn og allt í nú kemur hann bara með einhvern gaur með kúrikahatt bara í einhver svona vikingapilsi eitthvað kjaftaði bara inn í ridd og við erum bara, herðu fuck out of here, skiluru bara skipti geðveiku máli alltaf á tæru, skiluru og við lékum okkur svona krakkar bara algjöru sagnfræði og við til dæmis tókum Lego tímabil Kristinn Hallur, frænd okkar upp á Skaga, hann var eldri en við og eins og svona algengt með strandafólki mitt sko að svona það rosa mikið Hotstrandir? Já, senast fólk sem býr á Hotstrandum er pappi og afi Eiríkur Guðjónsson og Gunnur Rósa, amma mín sem sagt, ef þú siglir á Hotstrandir í dag og kemur á búðir í Hlöðuvík svona þessi klassíska leiðin og þar eru tóftir, þar bjó pappi og sískina hans og foreldrar hans. Það var síðasta byggðin? Það var senasta byggðin, senasta fólkið sem bjó á Hotstrandum var sem sagt fólkið mitt og þannig að allt þetta strandafólk, það er rosa mikið, þetta var fólk sem var bara fátætt vinnandi fólk en hafði viðað að sér og reynda að lesa og kynna sér eins mikið og gætt, þannig að þegar við fórum að leika okkur við Kristinn Hall frænda þá lékum við seinni heimsstyrjaldarinnar og aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar, við köllum þetta gyðingalego og þá vorum við bara með, það var Þriðja ríkið
það voru kommunista skærulegarnir sem voru að berjast gegn Hitler og það voru gyðingarnir sem voru í fangabúðum og við byggðum þetta allt upp og við vorum með allt klárt sko. Og þá mitt manni að þá kom einhver þarna í heimsókn ætla að leika með og þú veist og hann kemur eitthvað inn einhvern legokall og er bara eitthvað sem hann mátti bara getið þriðaríkinu skilur og allt í hennu hann bara komin í fangabúður og hann var þarna eitthvað búin að vera 2 tíma að leika við okkur, búin að vera í fangabúðum allan tíman ömulegu dýl sko, bara ég ætla að leika við strákana og svo bara hann og hann var bara í fangabúðum skilur við, ég meina það var bara örlög þeirra sem fóru gegn þriðaríkinu endi í fangabúðum og hann var bara óheppinn. En síðan var hann eitthvað, þóttist hann geta brotist út og myrt Hitler, þá hendu honum út sko. Sagan fór ekki svona sko. Nei, svona var sagan ekki. Ekki þú verið að brainstorma eða vera kreatív hérna, bara þetta fór bara einn veg. Akkurat, það var rauði herinn sem murkaði Hitler, það var ekki einhver gæi bara sem var bara ekki bara að fá að geta og búið að pynta einhverju fangabúðum sem bara braust út. Skilu, þetta er vitamál. Já, en sko, hversu erfitt það fyrir þig að vera, þú veist, nettur, rappari, en samt vita eitthvað bókmenntir? Var ekki bara að gera grína þér í skólanum með? Nei, af því að þetta er allt skemmtilegt og líka, þú veist ég held bara... Þú varst að yrkja einhver ljóð og... Já, ég hef alveg bara síðan var krakki, sko. Já, varst ekki að lesa upp á einhverju svona, eitthvað, Laxness dæmi? Jú, síðasta ammælis... Þegar ég skaut, ég las upp á Mein Kampf og svo skaut ég mig í hausinn. Á Laxness hátíðin? Já. Þú last upp úr Mein Kampf? Já, partinn það sem Hitler talar að henni hæfustu lifa af, sem er svo viðeigandi að því að, ég meina, hverjir voru hæfastir? Hitler og Goebbels og þetta gengi, þetta var 0 hæftlið, það var ekki til neitt svona úbermenns við þessa gæja, þetta var bara auðmustu fokkin lífverðurnar og það var svona inntakið í þessu, ég las allan kaplan þar sem var að tala að sá sem stendur uppi í lokdags, það er sá sem á rétt á heiminum og það er það sem á heiminn og svo náttúrulega endar hann með að skjóta sig í einhvernum böngar, skilur þannig að það var svona inntakið, en ég las fleiri ljóð sko. Ok, þú ert 14 ára á þessari ammælis hátíð Laxness. Já, passar. Og þú lest Mein Kampf og skýtuð í hausinn. Og ég var með þess að 13. Ég meina, var standing ovation þegar þú skýtuð því síðan Laxness í hausinn? Já, það var sko... Og þetta kom til skila, alveg? Já, en það voru, ég man, það var sko eldra fólk, ég man það var ég er hann að muna hvað hann heiti, hún algjör snillingur skáldkona sem að greinilega svona brá kannski við að ég myndi skjóta mig í hausinn, ég var með startbyssu svona stóra sko. Já, kom hvellur? Já, bara alvöru hvellur sko og ég man að hún er kannski miskilið þetta, ég er svolítið miskilinn og það er allt í lagi, listamenn ekkert, þú áttu ekki að bara tyggja hlutina, þú áttu ekki að vera bara guppa hon í mannskapin. Ég er ekki múkamamma, ég er ekki að guppa bara hotsíli upp í ungan minn, þannig átt ekki að vera, þetta á ekki að vera auðvelt, þetta á ekki að vera, þú veist, þetta á ekki að vera pop, þetta á að vera þannig að fólk pæla hans, hvað djöfull er hann að hugsa þarna, en hún miskildi þetta, ég man ekki, þetta var alveg mjög merkileg kona, en hún tók þessu rangt, sko. Já, ok. En þú veist, það er líka, þú þarft alveg að sjá og svona upplifa eitthvað annað en bara þetta, svo vestræni fjölmiðla þeir eru að guppa bara hotsíli onni í ungarna sína. Það er mjög mömmunar bara. Já, þú átta með að sjá, þú veist, núna er bara nýjastu fréttir að Evrópusambandið ætlar að banna rússnesku miðlana, þannig að þú sjá alveg örugglega bara eina hlið á málunum. Já. Þeir eru ekki treyst fyrir því að taka inn upplýsingar alls þar. Akkurat, það er mjög vestrænt, en röfla síðan hvað frelsið er mikilvægt og bla, og ég meina, þú veist, það er enginn að segja að sé öðruvísi ég veit ekki, flest stórveldi eru nú ekkert að vilja, þú veist, Rússlandi eða hvað nú er, ég meina, þú veist valda fólk vill bara að guppa upp í því hotsíli og það er svo með svo margt að það má aldrei sjá nema bara eina hlið og það er bara stærsta vandamál heimsins og ég held að það sé bara ekki að það er bara versna og listamenn, við erum eina frjálsa fólkið, ég er svo glaður bara þegar ég labba bara bara borgina og hugsa þetta bara, ég er bara einna bara fáum sem eru frjálsir, listamenn eru frjálsir svo lengi sem að þú ert búin að finna það leið til að fá tekjur. Já. En gallin náttúrulega er það að rosalega mikið að listamönnu þeir fá ekki inn tekjur. Nei. Og þá er þeir orðin háðið því að Einar Kára og svona þessi kallar sem eru búin að fá öll listamannlaun bara frá upphafi, ég meina auðvitað passa þegar þeir eru komin í nefndina að næsti maður
sem gaf þeim á sínum tíma að fái listamannlaun þú veist, það alltaf menn háður einhverju. Hefur þú fengið listamannlaun? Ég er bara alltaf sótt það, ég nenni ekki að, þú veist, ég bara man eftir þegar ég var, þú veist, bara vinnandi 9-5 og miklu lengur en það, ég vann mjög þurfti að vinna náttúrulega mjög mikið þegar maður var alltaf svona alls konar láglauna störfum, sko. Já, þetta á hvað aldrei? Fyrir tónlistina? Já, fyrir tónlistina, þetta er í raun og veru, ég verði í raun og veru bara pró í bransanum svona eftir 22 ára aldurinn, en fram að því var ég bara í milljón vinnum, skil, ég var póstur og ég var í alls konar verkamannarvinnum, ég var hérna upp í Hamraborg að moka Hamraborgina bara með snjóskóplu, skilju, og ég var í sveit, ég var settur í sveit alveg bara síðan ég var bara, þú veist, já, ég meina ég var í sveit alveg frá 9 ára aldri, en auðvitað var það náttúrulega svona huggulegheit að vinna, en 13 ára þá er ég bara komin í bara harða vinnu í sveit, í Eyjafirði og hérna og annar stað, þannig að En byrju, ertu að líta á þau sem listamann þarna, ennþá? Strax? Ekki ennþá, heldur strax. Ég ætla bara undirstraka. Þú ert 14 ára. Já, en sko fyrr, ég byrjaði að semja ljóð alveg bara 11-12 ára, sko. Já, en ertu þá ekki bara, þú veist, eins og ég í bara 8. bekka, kennarinn segir mann að semja eitthvað ljóð og maður semur ljóð bara, ég líti ekki á mig sem eitthvað listamann. Ég hef náttúrulega aldrei, það er kannski bara seinni tíð sem að maður sko, ég kem ekkert eitthvað Nei, þú lítur bara hans í baksinspilin og bara, ok, þetta var rauðið þráðurinn í gegnum allt bara. Já, raun og veru, og ég meina, ég er náttúrulega að byrja að semja ljóð og síðan byrja ég að semja bara, þú veist, fyrstu rapptextarnir þegar ég er 12 ára, þá er þeirra á ensku, sko, síðan fatt ég náttúrulega bara hvað ég hugsa ekki á ensku, af hverju ætti ég að vera að semja á ensku, þannig að raun og veru mjög snemma þá hætti ég að semja rapptext á ensku og ljóði mín verða raun og veru bara rapptextar skilur þannig að það er mjög snemma þú veist skilgreiningarnar á því koma bara setna, maður er ekkert að pæla í því en það sem að leta mann bara hlakka til og hérna, svona, gerði lífmanns bara mjög snemma var sköpun þú veist, að því að listamenn eru næmar á umhverfið við sjúum meira inn í okkur af hlutar sem eru í kringum okkur fyrir vikið þurfum við ofta að tappa af að því að það er því miður bara alltaf þannig að þetta er nú ekki eins og þetta sé nú bara hérna Kool-Aid sem að þetta er ekki bara allt sætt og notalegt sem við söngum að okkur og þú veist, þá er mjög mikilvægt að geta tappa og það er henni sköpunin þú veist, og svo náttúrulega er af því að við sjáum hlutina bara af þeirri næmni þá er náttúrulega mikið af fólki sem að bara, wow, ég hef lent í sömu aðstæðum en þetta er orðað ótrúlega vel í þessu lagi eða þessu listaverki þessu málverki eða hvað sko Já, þannig að ég er mjög snemma komin í þá og ég teikna hann alltaf alveg síðan ég var krakki veist, þannig ég var alltaf að teikna og vinna með texta, vinna með tungumálið Ég hefði nefnilega bara haldið að þú veist einhver sem er að kynna sér einhverja fornbókmenntir og söguna svo ótrúlega vel hann er bara með gleru og leiðilegu krakki Já, nei, sko, því að það er svo ógeðslega margt skemmtilegt í því Nei, en þú veist, það líka bara, það verður eitthvað svona, magic, blanda að því að vera bara eitthvað töffari og með allt þetta á hreinu. Já, og þess vegna sem gerir þér náttúrulega bara mjög áhugaverðum einstaklingu. Ég held þú sért alveg með þetta það. Þú getur labbað inn í hvaða, þú veist, maður horfir á viðtal við þig þar sem þú tala við Sigmund Davíð eða, þú veist, whatever. Bara settu einhvern fyrir fram að það verður skrautlegt, sko. Já, þetta er náttúrulega mjög góð pæling, en náttúrulega pabbi og mamma eru náttúrulega, þú veist, það er svona margt ógeðslega sérstakt og skemmtilegt í eins og bara, ég man bara þegar ég var krakki þegar pabbi sagði mér fyrst frá því það var einhver sem er að berjast íslenskur víkingur sem var málaliði hjá Noregs konungi minni mig og hann fær sko ör í hjartað veist, og hann er náttúrulega bara að fara að deyja hann rífur örna út og það hanga svona fitu tæjur á örvaráttunum og hann segir sko vel hefur konungur ás alið eða eitthvað, var bara ekki djöfull vorum við að geta vel hjá kongsa skilju, svona hef ég alltaf lært söguna út frá þessu svona sem er geðað skemmtilegt og fyndið skilju, þetta er allt geðað spennandi, þú veist, ef þú ert leiðilegur skilju, bara ef þú ert bara, þú veist, þá kannski það skiptir einhver máli hvað þú tekur fyrir, það verður bara leiðilegt en hérna, ég held bara að svona húmor það er ekkert betra í erfiðustu aðstæðum heldur en húmor Já, og ég náttúrulega sko er að gera svona smá lítið úr rappinu og húmor með því að vera að segja þetta býttu, áttu þú ekki bara að vera eitthvað að lesa eitthvað bækur og vera að bókasafni eins og það sé aðstæða dygðin en það er alltaf bara, þú veist, fólk svona, maður áttar sig á því
þegar maður ætlar að reyna að vera eitthvað fyndin eða sér eitthvað fyndið, bara djúvill þetta ógeðslega sniðugt. Það bara að vera að blanda saman einhverjum orðum og eða líta einhvern veginn á einhverjar aðstæður og þú fattar það ekki, en þegar einhver sagði það, þá bara fyrir að hlæja ósjálfrátt. Já, en þetta er svo góð punktur vegna þess að þegar núna er ég að sko, nú er ég komin alveg sko með svona aldurspili á þeim sem að fylgja mér í tónlist. Já. Þú veist, þetta er bara svona eins og bara, þetta er bara eitthvað Páll Óskar range, þetta er bara alveg frá þá ungu liði, bara krakkar og upp í alveg 60 og svona, en eldra liðið, til þess að það kveikti á mér, það var í raun og veru þegar þau skilja miklu meira hvar á bakvið og líka, þetta er ótrúlega mikið þannig að þegar þú Picasso, hann málar alls konar skökk andlit og skakka hluti, hlutvöllinu skrítin, annað augaði þarna og eitthvað, fyrst til að liðið sér það, þú veist, þá er það bara hvað, þessi gæi kann bara ekkert að mála. Nei, hann náðu svo rámt bara. Já, en síðan leið og þú ferð, og ég hef gert það til mig þegar ég verið að ferðast, ég hef farið að skoða stundum hafi verið að sína skissurnar frá honum, sérst, bara áður en hann fer bara fullt í abstraktið og skissurnar náttúrulega, ég meina gæin gat teiknað allt bara tæknilega með fullkomna teikni hæfileika, skilurðu, og þegar þú sér það ok, hann ekki að tekna skökk andlit og þetta er eitthvað sem ég viss alveg því að hann mjög mikið almenning þegar að sér, hann að mála allt svona skakt og skringilegt viljandi og alveg með það sem ég geri stundum ég með lög sem eru gett einföld og svona ignit eins og maður myndi segja á gettóísku að það alveg, ég kann þetta allt ég betur talandi, ég hef meiri vald á tungumálinu heldur en þú þarft að fara bara alveg bara í megas eða eitthvað til að finna einhvern sem hefur sama vald á tungumálinu ég, þú veist, en þótt að ég sé sömlögin sé í einfaldari kantinum, þá það viljandi gert, fattar hvað ég meina? Þú veist, með alla teknina á hreinu en þú gerir eitthvað einfaldara og þegar eldra liðið sem tala við mig og hitti mig, það það sem ég alltaf að lendi í, skilur, bara svona, já, ég bjóst nú ekki við þessu og ég held að þú væri bara ekki talandi og skilur, og það líka svo gaman þegar þegar maður að díla við þetta, að því að íslenskan hún svo ótrúlega mikilvæg fyrir okkur sem þjóð og þjóðarvitundina og hvað við sjáum að sé það sem gerir okkur að þungavíkt, skilur við. Íslenskan bara það mikilvæg, þetta er svo upprunalegt tungumál og tiltölulega lítið breytt frá senastu 1000 ár að þegar ég til þess að skemmta eldra liði, ég geti verið alveg jafn klámfengin, skilur við, en ég nota bara orð sem ég gerir svo mikil orðaleik úr því og allir sem frasar og hvernig ég alltaf að finna ný orð og gömul orð eins og bara þegar ég byrja að nota lókur eða besefi, Johnny Nass var alltaf að tala besefa, þetta gamalt íslenskt orði yfir getnaðalim lókur líka, skilur við, bara strax ef þú kemur bara fyrir framan eldra fólk og segir bara ríði raskat með titling eitthvað, þá allir bara oi bara maður en ef þú segir bara, þú veist bara böðlaði í beikonið með bara einu blýstum besefa, þá þetta strax miklu skemmtilegra og sniðura og þá alls konar alla kynslóður einhvern veginn þetta gott einmitt. Og það líka sem listamenn að gera, þú verður að segja oft við að díla við sömu hlutina skilur í mörg hundruð ár og það þarf kannski að segja það, en þú getur ekki sagt á alltaf með sama hætti til dæmis eins og þemu, eins og ást og eitthvað svona, við nennum ekki að heyra sama ástalægið endalaust, þú getur alltaf fundið leið til að það sé spennandi og skemmtilegt og þá óslega gott að vera með vald á tungumálinu, skilur við. Þannig að og vera með vald á það, með þess að geggjum pæling með sko Picasso, að þú veist, hann næri ekki andlitsfullan rétt, bara hann búin að mastera þetta og núna hann byrjar að skapa og það kannski svona það sem ég var að koma á hann bara það horfur einhver á rappara þú veist, hann kann ekki hann að blóta hann með eitthvað tölvutakt undir en síðan að það kemur ljós bara, nei, gæðin bara hljóðfæra snillingur. Akkurat. En hann að fara í þess átt með það sem hann vil gera og þá hugsa maður svona, býtu, þetta er svona eins og að þú heyrir eitthvað tala og mann langar bara að heyra, býtu, hvað ertu menntaður, býtu, hvað gráður bara svona svo maður einhvern veginn geti fengið svona staðfestingun á því, þessi gæði veit hvað hann er að segja. Akkurat, en það líka rosa mikið svona áhersla, það svona mikið svona gráðu rung og
og það rosalega mikið gert úr því og það, þú veist, nú mér meina, menntun bara nöðsynlega, fárlega nöðsynlega og mikilvæg og allt þetta, en það sjálfkrafa verður svona hver stétt býr til sitt sínar svona skrautfjaðrir. Já. Þannig að þú veist, þeir sem í business, þeir geta bara röflað þig sofandi og þú getur að vakna og sopna bara heila viku og þeir ennþá röflum hvaða peninga þeir eiga, skilur síðan það stjett sem að pólitíska stjettin, þú veist fólk sem inn í stjórnkerfinu, þingmenn og svona, þar einhvern veginn svona rungelementið vald, skilur menntastjettin, þar svona, og nú ég alls ekki að segja að það sé alveg ráðandi, alls ekki sko, ég á fullt af vinnum sem eru prófessorar og með einhverja titla og svona sem eru bara mjög hóvarir og bara æðislegir eins og allt gáfafólk, alvöru gáfafólk hóvart. Það enginn sem segir ég veit þetta betur en þú, sem í alvörinu eitthvað sem veit þetta betur en þú, hann segir það ekki hann talar við því bara en það sem ég að segja að þeir hlutur að mentastettinni sem eru svona svolítið svona eru ekkit sérstaklega sjálfsöryggi sko, þeir skreita sig með rosalega mikið með einhverjum gráðum að það sé meira margtakir út frá gráðunum, alveg eins og einhver gæi sem að reka fyrirtæki, hann röflar hvað hann á mikinn pening en hann tekur kannski ekki inn í myndina að pappa sátti pening og hann gæti fara á hausinn 10 sinnum áður en að hann loksins gæti láta eitthvað fyrirtæki virka, skilur þannig að það svolítið svona mentasnopp og mentarung, alveg eins og peningarung hjá peningafólki og valdarung hjá þessum pólitísku skilur. Það þess vegna sem að eldra fólkið og eldri kynslóðuna horfa á þau koma á sjónarsvið og eru bara smá Nei, en þau kannski sjá svona, hann eitthvað vitleysingur og þú hefur ekkert til að segja eitthvað, herru, ég hérna íslensku fræðingur líka, þú veist, ég veit alveg hvað ég gera eitthvað. Ég hef aldrei ég hef aldrei fundið fyrir þörf til að sanna mig. Nei, en þess að segja, þau þurftu kannski bara að sjá 5 ár af einhverjum viðtölum bara að byrja þessi gæði mættur í Kastljós. Já. Og ég bara fæ þetta alltaf, bara að fólk hafi sem sagt haldi að ég vera allt öðruvísi en ég og og líka, en það má ekki og þetta kannski líka það, þegar þú ert að tala þú veist, þegar ég krakki og með svakalt áhugasvið á einhverju svona sem nördalegt, skilur þá ég alltaf villigrís líka, sko þú veist, ég myndi ekki nenna að vera bara, þú veist, að fara eitthvað yfir sögu volguð þjóðverjana þú veist, það verður alltaf að vera fáiði líka og þá til mér hjálpa rommið stundum finnst mér geggjað að drekka með smá heimskan skilur, bara til að geta, því það svo mikið af liði sem bara ótrúlega skemmtilegt lið, bara skemmtilegsta liði bara þarna úti sem ekki endilega eitthvað svakalega mikið mentað. Ég nenni liði sem ég hangi með, þetta eru gæjar sem eru fáránlega velgefi liðin bara á öðrum sviðum skilur, sjómenni mínir stundum heldur gott að klára hennar romflösku áður en maður fer að taka eitthvað chill því að þú veist það er svona Þú ert að slökka á ákveðnum stöðum Já, það svo gott að fá að vera bara smá fáið stundum skilur, og nú ekki að segja sjómenn séu fáið, ég bara að segja að vera svona að villigrísast svolítið, vera ekki of hátíðlegur Já, og það erfitt að einhvern veginn svona, hvað maður segja sjálfviljur koma sér í þann takt rommið svona eitt verkfæri til þess að koma sér þangað þar ræður rommið það, nú ég til minns þurr í 3 mánuði og ég get alveg dottið í fátastillinguna, skilur það ógeðslega fyndið og segja bara eitthvað þvætting og ég hef aldrei verið svona að ef einhver misreikna mig, þá með drull sama, sko og veist, af því ef ég væri alltaf að reyna svona einhvern veginn að sefa einhverja fáfræði, eða ég verið að ganga eftir einhverjum fordómum eða fáfræði mig eða mína stjætt, skilur Þín stjætt, tónlistamenn, listamenn já, einmitt, allt þetta þú veist, ég hef engar áhugaði og það líka, það kemur oft þú veist eins og þegar ég gerir Johnny Nass sem unni fyrsta svona brjála stóra sem ég geri fyrir maður eins út í Johnny Nass af hverju verður það til? Það verður sem sagt til þannig að ég náttúrulega bara í 1.000.000 verkamannavinnum hérna og bara að grænda, skiluru og þá allt í einu eru félagar mínir sem eru að vinna á skjáinum
Sindri Kjartans og Árni Sveins, þeir ganga gett lengi eftir mér að koma og gera með sér sjónvarpsþátt. Okay. Og þannig þú erpur í XXX eða? Já, eða þú veist það byrja held ég aðeins, það byrja fyrr okay. Af því að það byrja fyrr en þarna var ég var þekktur svona í svona neðanjara sinnin í rappi okay. Þegar ég og Cesar Raff vorum einu sem að vorum bara alltaf á íslensku rappandi bara engung á íslensku og þeir ganga gett lengi og ég hugsaði bara þegar sko hugmyndin á borðinu að þetta svona geðveik einföld típa og svona algjör rugludallur ég hugsaði bara, þú veist, ég veit ekki mér finnst það svolítið svona niðrandi fyrir það sem við erum að gera sem rapparar og svona götu menningin skilur og sem ég lít sem að mér finnst bara uppsprettan þetta verður ekki til á einhverju skrifstofu hjá einhverju menningarráðuneti þú veist, þetta verður til það kemur alltaf merkilegast og skemmtilegast það kemur upp á götunum frá bara vinnandi líð skilur þannig að mér fannst þættin verið þannig en svo hugsaði ég meina Skjár 1 það voru bara að koma 9 og 9 þættir og einhver algjör þvæla eitthvað teikni, leikni, ástar flegið og eitthvað algjör þvæla sem bara kom og fór og svo bara þegar ég sá hvað ég myndi fá borga fyrir þetta ég gæti verið að vinna bara við að gera sjónvarpsþátt í mánuð og þá var ég bara komið með bara tekjur á við bara hálft ár skilur við að vinna alla þær vinnur sem ég var að vinna skilur, liðvitandi, verkamann að vinna ég var póstur, ég bar út bókaklubba máls og menningar, ég var í svona 200% vinnu skilur, ég sagði, þetta ég ger þetta bara, svo verður þetta bara svo teknileikni skilur, þetta er bara svona gleymist skilur, fyrir gegn anskotin, hafið að maður djöfull misreiknaði mig þannig að þá kemur bara þetta og þá ertu sko að vera í tónlist skilur, það er eitt, það er alveg frægð skilur en að vera í sjónvarpi, sérstaklega á þeim tíma núna er alltaf sjónvarpið fjölmiðlun orðið öðruvísi, en svona línuleg dagskrá á þessum tíma ég kom heim frá Danmörku og ég bara, hvað djöfulli búin að koma mér út í, ég gæti ekki labbað meter, skilur. Þetta var þetta svona vinsælt? Þetta var svo ógeðslega vinsælt. Þetta er vinsælasti þátturinn sem Skjár 1 hefur gert frá upphafi, er Johnny Nass. Þegar var talað, það var opnuð viðtal í Mogganum þessa byltingu sem Skjár 1 var. Já. Þá var bara talað Johnny Nass og ég held að Silfur Egils hafi byrjað hjá Skjánum, minni mig. Þannig að það voru sem var í raun og svolítið byltingarkennt líka vegna þess að þú veist, þótt að þátturinn væri búinn samkvæmt klukkunni, þá hélt þátturinn áfram oft. Johnny Nass? Nei, Silfur Egils. Þannig að þú veist, það var ákveðna byltingar sem að Skjár 1 braut úr svona línulegu dagskrárforminu. Absolutt. Mjög rosalega mikilvægt atriði í íslenskri fjölmiðlasögu er Skjár 1 og leyfa alls konar dótar í eins og Johnny. En heldur að það hafi ekki verið að vinna með þér, að þú hafi þarna hugsað, herri, býta bara til, þetta fer inn, þetta gleymist, enginn að pæla í þessu, þú miklu hömlulausari, miklu meira bara svona, miklu minni einhver pressa á þér. Já, þetta er pæling. Ég samt sko, þetta er alveg pæling, en samt, ég var rosa mikið bara, nú ætlum við bara að hafa ógeðslega gaman. Já, þú hefðir aldrei ritt sko. Nei. Ég trúi alveg upp á þau sko. Ég hef aldrei gert það. Já. Og ég mun aldrei, fyrir mér er aðalmálið að þú sért bara góð manneskja og virðir bara allt fólk í kringu og þetta sparkar ekki niður fyrir, ræðst ekki á þá sem getur ekki varið sig og allt þetta sem maður var búin að læra eins, ég reyndi alltaf að fylgja því en þetta er alltaf bara sem ég fæ frá foreldurum mínum þannig að mér finnst það alltaf aðalmálið, nákvæmlega núna er alltaf geðg áhersla að kunna tala, ég mun aldrei kunna PC, ég kann ekki að tala PC mér finnst, ég hitti fólk sem er bara stórkostlegt fólk og það getur kallað sig hitt eða þetta skilur en ég horfið frekar til hvort að ég skil alveg að fólk vilji ekki að einhver sem er kallremba eða rasisti eða homofóbiskur séu í einhverju orðanótkun, ég skil það alveg ef þeir eru að nota niðrandi orð og svona en það sem ég er að segja er að þetta er svo mikill skóli af orðum ég get ekki tala upp fyrir 50 mismunandi kyn en ég get sagt þér að mér er alveg sama ég stið þetta öll þessi réttindabarta, auðvitað trans eða þessi kynir er svo endalaus, ég stið þessa barta of alltaf gert. Nákvæmlega þótt að ég sé ekki með orðabókina hérna að klára, það er aukaðatri, finnst mér, fattar mig? Þannig að ég hef aldrei ritskoðað mig og ég tala bara, ég tala svona, ég reyni að bara allt, ég legg metna að ég var réttlátur og ef ég geri eitthvað á hlut einhvers
sem er ósangjant, þá líður mér mjög illi við því, skilur þannig að ritskoðunin var ekki og í Johnny Nass ég var alveg störtla, ég var bara að reyna að hafa sem mest gaman að þessu og það tókst, þetta var ógeðslega gaman en ég átti erfitt með þetta að vera svona fræg og svona hratt sko. En það bara út frá því að fólk bara spotta út á götu og þú ert orðið andlit og já en líka ég var frægur fyrir einhver fíblætti og fólk hélt alveg að ég væri þessi típa þetta er það skrítið veist, fólk var bara hélt í alvörunni að ég væri gjössanlega heiladöðu dútti bara úr æsufellinu sem var bara pæli að vera með pizza í annar og hamburger í hinninni og bara menn er menn að bleisa svartamannin alltaf bara, þú veist, eitthvað talandi cannabis út í eitt eins og það væri bara lausnin á heimsmálunum og bara eitthvað svona þú veist, svo típa var ekki ég og það átti ég svolítið erfitt með líka hittir aldrei fólk sem var bara svona shit, þetta er svo rétt hjá það með cannabis sem var að sjá sjálfan sig í Johnny Nass ógeðslega mikið og þarna komum við að því að þetta var alveg bara geggjað mannskapur þú veist, geggjað þú veist, að þegar fyrst þú fær eitthvað vandamál með hendunar þú veist, fólk getur bara að fara í panik og eitthvað, ég hugsa bara að það er alltaf jákvætt í öllum aðstæðum þannig að ég hugsaði, ok, ég veit hverju gallarnir eru en nú finn ég hvað eru kostirnir og kostirnir voru meðal annars það var fullt af liði sem bara tengdi fullt af ótrúlega skemmtilegu mannskap sem tengdi gett við þessa típu og held ég væri þessi típa og þú veist, og ég var til mig alveg bara hitta fullt af stelpum á þessum tímabili sem voru bara æðislega stelpur en voru ekkert að flækja svo mikið svona lífsitt með einhverjum kráðum og svona, þetta var svona hlutinni gerðist bara á skemmtistöðunum og það var, skilur við, þetta er allt skemmtilegt, skilur við þú veist, þú finnur stórkostlegt fólk er allstar, nefn í Garðabæ, skilur við. Já, sjálfsög en sko, Johnny Nass og allt þetta ég, sko, þú náttúrulega veist hver Sacha Baron Cohen er er einhver linkur þarna á milli? Já, sko, strákarnir voru búin að kynna sér Sacha Baron Cohen sem þá var ekkert orðinn frægur, hann var með einhverja sketsa í einhverjum þætti ekki komin í Ali G og Borat Jú, hann kom Ali G, en það voru sketsar hann var ekkert frægur það var menn sem að voru gett að fylgjast með nýjum hugmyndum og hvernig var að gera sjónvarpskiluru og Bretar hafa verið allt sem hefur að gera með húmor að gera það eru Írar, Skotar, Englendingar og Walesbúar skiluru, þannig að þú veist það er gott að hafa auga ef þú vilt fá góður hugmyndir þannig að það var búið að vera í gangi hjá þeim þú veist, hann var ekkert það var fyrir þættina þetta var fyrir myndin Ali G movie, hún alltaf skýtur honum hrottalega í gang og hann alltaf gerir svo vel það sem að þú gerir ekki var að bara vera í dulagerfi hann klæddi sig upp í karakterin sem hann leik akkurat, og náttúrulega að það sem gerist náttúrulega líka í framhaldi er það að hann náttúrulega lendir í því að eins og ég að fólk það þekkja hann allir, þannig að eins og nýjasta serían, This is America bara það, mér finnst það besta sem hann hefur gert. Þú veist líka að hann fer bara, hann er í felum í einhverja mánuði fyrir eitthvað eitt skets eða eitthvað eitt viðtal, bara svo að sé ekki búið að spyrjast út hvar hann er og eitthvað svona, þú veist, og bara leyniþjónustan eitthvað svona aðeins að checka býtu, hver er í þessu herbeggi hérna og hann að koma út bakdyra megin, fara aftur inn á hóteli upp í liftuna með leyniþjónustan tekur stigan, þetta er bara, maður er eitthvað, er ekki bara búið til eitthvað grínefni, þetta er bara aftur, húmor er bara flóknasta í heimi. Akkurat, og það sem hann gerir í nýjustu seríunni, hann er náttúrulega með sko svo svakalega áður var hann klæddur upp með kannski skegg, klassísk uppklæðning skegg, gleru, hár, húa eitthvað svona og búningur núna er hann bara í sko bara massa, bara kvikmyndaförðun það er búið að stækka eins og hann ísraelski örgisráðgjafinn, hann er bara með einhvern auka svona sterakjálka, svona hákjálka og veist, og alveg geðveikur því svona verður þetta að vera og það er alltaf verið að spyrja mig hvenær gerir þau meira Johnny Nass það er háð þessu, það þekkja maður allir ég get ekki og svo ég setni sér hérna Johnny bara leið og lið mætti í viðtalið, þú veist, þá löpuðu menn út því að menn voru bara, ég er ekki að fara að láta steikja með hana, sko þannig að þetta var, þú veist, og í þriðja serían kom þriðja? Já, en hún var náttúrulega þegar Skjár 1 var orðið áskriftarsjónvarp þannig að rosa mikið að liði sem mistu af þetta var algjör snilda sería þá er ég bara út í Evrópu Nei, þú fyrir út? Já, ég fer til Tyrklands og er hann að sækja börnin hans Halim Al þú veist Halim Al, sko, ég veit ekki hvort þú þekki vel til þess en Halim Al
það var bara svona, var í öllum fjölumilum hann og Sofía Hansen, bassmóðar hans já. og hann rænir börnunum til Tyrklands Einmitt. og þetta bara svakalega farsi og ég fer eitthvað Johnny Nass fyrir Tyrklands til að sækja börnin og þú veist að Halim hefur ekkert verið mjög gjarn á að fara eitthvað fullt í ykkur viðtöl þetta ertu bara með sjónvarpsviðtal það sem ég bara eitthvað Þú farið hann í viðtal? Já, við fórum lengst í Austur-Tyrklands sem er dodgy svæði fixararnir okkar tyrknesku, þessu er bara, þið vitið, þetta er ekkert grín þetta er svæði Austur-Tyrkland þetta er ekkert Istanbul, þetta er ekkert Evrópa veist, þetta er staðar það sem að heiðusmorð menn bara gera það og það kemst enginn að því skilur, þannig að við erum alltaf mættir þarna og ég er bara með Halim og Halim er alltaf, hann er mjög trúaðar komið með bara, hann er bara í svona munderingu bara með skegg og ykkur mussu hérna og er með eitthvað tvo svona dúta með sér og ég meina í réttarhöldunum áranum áður út af börnunum í Tyrklandi þú veist þá var við að tala um að hann var með eitthvað gæja með sér með skambisur og bara inn í réttarsalnum og Halim er alveg svona frekar harður dúti sko og ég er hérna í þessu viðtali og er bara þú veist reyna að fá börnin tilbaka bara að reyna að semja eitthvað Johnny eitthvað að reyna þú veist reyna hérna hvað Johnny þetta gera til að fá börnin sko og Halim bara har ekki séns þú veist, þú getur ekkert ég bara, en ef ég giftist börnunum og þá var hann, ég reynir fyrst að kaupa börnin og það var ekki til það, svo ef ég giftist dætruninum, þú veist, þegar þú veist samkvæmt svona Wahhabi í Ísland, þá mátti alveg eiga 4 konur sko og hann giftist bara börnunum í flirtölu já, sérst, á þeim tíma náttúrulega þessar stelpur náttúrulega orðnar fullorðnar, komur á giftingaldur en Johnny talar alltaf um sem Halim bara börnin heim sem var slagur því hemma Gunn, bara börnin heim og hérna, og þá er það sem að að ég segi bara, en ef ég giftist börnunum og þá var hann bara, nei, þær eru giftar og ég bara, en ef ég drep kallana þeirra Býtu, varstu svona kókrastur á staðnum líka? Já, ég er svo klikkað Ég sé alveg fyrir mér að mann er í flugvélinni bara, já, ég segi síðan hérna, en ef ég giftist börnunum og ég segi að ef ég drep mann eða síðan ertu mættur og þú veist, það er eitthvað lífverður og þú ert bara eitthvað, já, bara hérna takk fyrir að taka þetta viðtal bara hérna, ætla að heyra, þú veist, hver upp á alls litur þú myndir bara ekki þóra neinu ég, þú veist, man á ekki að gera neitt svona nema að fara bara alveg inn, sko bara all in í þetta og fyrir vikið, Halim fannst þetta svo sko eftir og þá var hann bara, hvað kjaftaði Nei, sko, þú veist, hann var bara, þú veist gæinn vildi fyrst kaupa börnin, svo vildi hann giftast börnunum, svo vildi hann drepa kallan og giftast börnunum, þú veist, og þeir voru náttúrulega byrjað að skelli hlæja, sko hann var inn á neitt bara Já, nei, sko, ekki alveg, en þetta hann er ekki fatt að þetta vendilega væri grín, hann var bara, hvað, bara geð hemlaði maður er þetta skilu, en þetta var mjög sérstætt og við fórum til Frakklands, Póllands þú veist Hollands svo sería á rosa mikið inni af því að hún var sérst í lokaðir dagskrá Var ekki Epic að einhvern veginn rebroadcasta þessu Þú myndir aðeins útskýra tíðarandan bara þarna er ég bara að sækja börnin skilur hérna í viðtali ég var alveg, eins og akkurat núna ég var til að sjá þetta viðtal Ég veit að það er bara máli það líður ekki dagur á þess að ég spurður út í alla þessa seríu þannig að ég þarf að finna núna lausn á því núna COVID búið og ég ætla að sinna svolítið tónlistinni en þetta er alveg ofalega á aðgerða listanum sko að þetta er rosalegt efni og ég meina þetta er svo brautryðandi síðan í kjölfari koma náttúrulega fullt af fólki sem er að búa sér til típu og vinna fjölmiðlun á henni Silvía Nótt og Glísnilla og fleiri skilur sem eru þú veist skilur sem eru svona með típu sem er skilur bara búin til En ég man bæði þessi sem hún nefnir Gils og Silvía Nótt maður vissi ekki hvort það var djókað ekki sem krakki sko sem að er með kjarnin í gríninu og það var náttúrulega það sem að Johnny Nass snerist svo mikið sko en síðan var ákveðnum tímabóti þá byrja ég náttúrulega þegar fólk byrja að fatta eins og í seinni seríunni þá er ég að taka ykkur seinni seríunni þá er ég að taka ykkur viðtöl og það er ykkur túristar og þeir eru þýskir og þá náttúrulega tala ég bara þýsku við þá og þá að fulltaliði bara nei, þú kann bara æsufætti þýsku skilur mig og þá byrjaði fólk að fatta svona, hann er ekki svona heimskur nei, þú veist, þannig að hérna, og í seinni seríunni tók ég viðtöl á dönsku líka til dæmis þannig að þú veist og þá náttúrulega byrja menn að sjá að ég og það er kannski svolítið mikilvægt að fólk haldi að maður sé típan skilur þannig að þú veist
þess vegna heimtaði ég að þriðja serían yrði bara gerð í útlöndum sko. Ég ennþá að hugsa það sko, að vera ennþá svona kókristur þegar þú mætir á staðinn sko, að þóra að segja spurninguna og plana, út að ég náttúrulega oft mætti viðtal og ég verið með eitthvað svona edgy spurningu síðan einhvern veginn, þú veist, síðan ef ég núna myndi koma með eitthvað þrumu á þig ekki að ég sé með hana í pókahotninu síðan það bara, herru, Erpur, takk fyrir viðtali síðan tek ég á okkur heyrntólin og við erum ennþá tveir saman og ég þarf að fylgja þetta dyra skilur, já, þú veist, það eitthvað svona og ég eitthvað, herru, akkur ekki bara halda allum góðum og Zach Galifianakis var að tala þetta í Between Two Ferns sem var með þegar hann fekk Obama til sín hvort hann ætti að láta vaða í spurninguna how does it feel to be the last black president of the United States Nei, menna, þú veist, þetta ekkert það ekki til samankást ríkur eða frægur eða valdamikill þú ert ekkert merkilegri heldur en hver annar þú, að einhver sé búin að sem sagt presentera sig þannig að það megi ekki tala við á mannamál og það náttúrulega sem að Ísland mun minna stjættskipt eins og þú ert út í Evrópu eða Bandaríkjunum þegar þú hittir lið sem með eitthvað status skilur á Vesturlöndum og nú talaði ég Vesturlöndum það svona okkar menningar svona afkvæmi, þetta náttúrulega alveg þetta ekkert öðruvísi annars staðar en ég bara tala svona þegar maður hefur reynslaði að það fullt af liði sem að það má ekki segja þetta bara svona Vigdís Finnbogadóttir hitti Karl Bretaprins og sagði hvernig hefur mamma eða og þá var hann bara it's the royal highness to you eða hvað þessir appar kalla sér skilur þú veist, það stjættskiptingin bundin inn í alla framkomu og allt tungumál ef þú situr átt að éta með þessum innvenslaða gengi hérna í þessum kóngafjölskyldum þá skiptir öllu máli hvernig þú tegið í vatnið og ég búin að stúdera það þessar dansku gæi sem er mjög skemmtilegu sem að er að svona kenna inn á þetta ekki að maður nenni að læra þetta en þetta rosa merkilegt svona allt borðsiðir og allt svona sem betur fyrir Ísland af því að við náttúrulega erum ekki undir þessu kóngagríni lengur þá erum við tiltölulega lítið hátileg en það fullt af valdaliði sem að tekur lífið mjög hátileg eins og þegar við að gera Johnny þú veist alls konar svona eitthvað svona Bjarni Ben og svona þú segir ekkert fyndið við hann skilurðu það bara eins og að vera að grínast í Kim Jong-un skilurðu þú veist það bara svona og svona hirðin sem þetta lið safna kringu sig sem að bara svona að öskat og hlátri inn í sér en bara, Bjarni Ben að hlæja þessu bara bara svona, ég fæ ekki neitt banka í næstu einhverjum ef ég hlægi og skilur það alveg lið sem svona en alþýða Íslands, almenningur Íslandi þeir nennir þess ekkert Ok, en sko, þú veist, þegar þú talar eitthvað svona Royal Highness og þú veist, maður getur svona sett sér svolítið upp á mótið líka bara það ekkert eitthvað mikill svona samhugur og samkennd með þessu fólki og maður hugsa eitthvað svona borðsíður og hvernig ég teg og ég má gefa með olbónum upp á borði eða ég held skringilega og hnífapörnum og bara, þú veist, maður gefur svona skítið það en síðan hugsa ég til svona Japans og svona Austurlandana þar sem að Japanir eru rosalegir en þar finnst mér þetta nett sko. Þarna hugsa ég, djúvill þetta ekki og allt eitthvað svona tengt ykkur illum öndum í húsinu þú veist, þú opnar, hleypið þeim út og þú veist, þú snýr ekki baki í hurðina og þá getur samúræði skorið á haus og eitthvað svona þarna ég fokk alveg í því sko. En það er meira svona exotík það er spennandi fyrir okkur að fara og sjá það mér finnst alveg geðveitt spennandi að fara til Norður-Kóreu og sjá, það er sko því að það er mjög svipað, það er svakalega reglur og lög sem eru öðruvísi heldur en bara í Suður-Kóreu Kórea náttúrulega svolítið svo Japan, þeir eru með svakalegt svona ritual hvað það mátt gera og hvað ekki en nú er ég að tala um öðruvísi en Ísland þú veist, það eru fullt af þjóðum við sjáum þetta sko, þetta er allstar eitthvað svona þá meina ég sko Japan náttúrulega rosalega stífur á stjættskiptingu og hvernig hegðun á milli þeir sem eru láttsettari og gagnvart konum þú myndir alltaf vilja búa í Japan og þurfa að komast gegnum lífið undir öllu þessar pressu frá samfélaginu að hegða sig svona, gera þetta það sér til þess bara sjálfsmorðin í Japan eru bara gigantísk af því að þetta er ekkert holdt fyrir neitt að búa þarna en ég skil óslega vel, það er exotík ég myndi ekki vilja búa í Norður-Kóreu eða Japan ég myndi ekkert vilja þurfa að setja undir öllu þessu humbúki og bulli en það er óslega gaman að koma og sjá það og svona, þetta er spennandi skilur við, eins og til dæmis það var einn félag mér var að segja mig bara daginn, hann var að drekka sake sem svona þjóðdrykkur Japana hrísgrjónavín og þá var eitthvað svona
þú koma allir með sake með sér sko þegar það partí en þú hellir aldrei í eigið glas og það ekki eitthvað tengt þig að eitra eða eitthvað svona dæmi? Ég held þetta sé meira svona þú veist, ég býð þér svona, ég virði þig og þá hella hinir í glasið þitt okay. En það líka svolítið það meina, þú átt aldrei að þurfa að fylla á eigið glas það var frekar súrt ef að þú okay. Og líka það að þú veist að þá og það er sko, það er svona skilst mér í Japan svona manndómur í því að geta drukkið svolítið Japanir eru eins og aðrir hérna í Austur-Asíu genalega séð ekkert sérstaklega öflugur í drykkju þannig að þykir svolítið, ég bjó náttúrulega í Kína í Shanghai, það sem var rosalega mikið af Japunum, businessmenn og aðrir og það var lagt svolítið upp og geta drukkið svolítið þannig að ég fór að hugsa hvort það væri svolítið pælingin svona og þetta er þekkt þess að þegar menn koma nýr inn í fyrirtæki þá er svona reynd að drekka á svona hratt undir borðið, þú getur skoðað til mér á netinu, bara myndir bara fyrsti dagurinn í fyrirtækinu og það er bara gaurar svona bindisgæjar bara nýkomnir inn í Sony eða eitthvað og það er bara myndir af leiðinni heim og það er bara liggjandi í engum buxum einhverju gett hátsetti gæjar og það var bara að drekka á svo hart undir borðið að þeir eru bara búin að skýta á mig í sig skilur kannski hefur það eitthvað með það að gera líka ég held fyrst og næst að sé svona virðingin að ég er að bjóða þér ég er sko alveg, þú veist, eins og með það svo gott svar hjá þér sko, þarna kemur inn okkur svona samfélagslega pressu hvernig þú kemur fram með konur og okkur svona þú veist, ég fíla það ekki sko og ég er bara mjög fegin að vera laus undan því en síðan þegar ég hugsa eitthvað svona bara eins og til dæmis matur, bara eitthvað svona þú veist að þakka dýrinu fyrir fórnina sem að dó til þess að vera á disknum fyrir fram það gerum við alltaf sko versus það var bara með eitthvað kjúklingarnakka og í símanum meðan þú ert á borðan skilur hvað er að fara? Nei, bara svona smá virðing þar er virðingin gagnvart náttúrunni og það er bara mjög hollt það er bara eins og heiðnin skilur að þú veist það er í raun og veru einhverju jólasveinar sem eru búnir til einhverstanir með Östurlöndum Jesú eða Múhameð eða Guð, Jave eða allt þetta þú veist, þetta er náttúrulega þetta er fiksjón en við vitum alveg að þú verður að virða ægi, semst sjóin það er eitthvað svona sem menn eru búin að reyna að beisla náttúruöflin, það bara vita menn, það er í alvörunni Guðin er jörðin og náttúran skilur það get ég alveg tekið þátt í tala nú um þegar það skila sér í því að þú ert ekki að skjóta til mig, nú er ég veiðimaður, kemur náttúrulega af veiðimönnum að maður er ekkert eitthvað að drepa nema til að borða það sko. Það er bara eitt af fyrsta sem pappi sagði við mig þegar ég fekk byssuleyfi sko. Að þú skýtur ekki tekur enga áhættu með þegar þú drepur dýr, þú vilt drepa dýri strax og allt svona. Þetta er eitthvað sem ég skil og tengi við, en það að ég mig ekki efast hvernig hlutirnir eru settir upp að það sé hann stærsta syndin eins og er í biblíunni til dæmis. Það er bara efast að allt sé eins og í biblíunni, það er stærsta syndin, skilur þetta, og það er óslega mikið reglum sem eru bull sem að gera líf okkar verra en að sjálfsögða að bera virðingu fyrir náttúrunni og svona, og þótt að sé gert smá ritual kringum það finnst mér alltaf og svo reyndar af því að mér finnst svo gaman að rommi og svona mér finnst rosa mikið og vindlum, kúpuvindlum að það er alltaf mikið að séðum kringum það allt. Þetta er nákvæmlega sem ég er að tala Já, og mér finnst það alveg skemmtilegt vegna þess, allt sem er leiðilegt það klárum við eins hratt og við getum allt sem er skemmtilegt, við flækjum það við viljum að eyða sem mestum tíma í allt það sem er skemmtilegt svo kynlíf við erum búin að búa til alls konar leiki og búninga og tæki og tól kringum það, þú veist, það er gaman en þú veist það að verða sko master í viðskiptafræði þú klárar það eins hratt og fucking getur því það er drep Ok, þannig leiðilegt eins hratt og getur skemmtilegt tegjað á langin Já, og þannig er allt kringum þú veist, þú þarft að lesa rosalega mikið til rom Já, þú ert að koma að einhverju svona smá ritual í kringum hlutina Algjörlega, og þú veist, okay, og það er til dæmis þegar þú ert að drekka kúpaninni, þeir eru sko þeir hella niður þegar flaskan er opnuð og hella henni niður fyrir andana Já. Þegar þú veist að þegar að þrælarnir koma þegar þeim er rænt til kúpu
þá eru þeir með sko trúarbröðin sín frá Afríku sem fjölgiðist trúarbröð eins og mjög svipað eins og heiðnin svona, ef maður kynna sig Jórup og allt þetta þá sjá menn að þetta eru sko fjölgiðist trú sem að þeim er bannað að sinna undir kristni kristni er algjört alræði og algjört einræði, það er bara einn Guð þannig að þeir byrja að fara í kirkjurnar og eru að labba mismunandi dýrlingum og hylla þá en eru alltaf bara út frá litunum að tengja það við sína Guði. Út frá litunum? Litunum, María Mey er alltaf í blárri skikju til dæmis, þannig að þegar þeir fara þá eru þeir ekki að tilbiðja hana, þeir eru að tilbiðja upprunna Guðina sína og þetta Santería er þetta og þetta er ekki bara, þetta er líka í Brasilíu, þetta er út allt sko og þá hellir út fyrir andana þeir trúa að þetta er andar út allt og svona og þú veist og þeir eru að skála eins og kringum Sigur Rauðarsins á Hitler og félögum það er ritual kringum það hvað þú setur í þeir eru að skála í vodka hvað þú skálar oft og eitthvað svona það er alls sko ritual kringum áfengistrykju og kringum vindla sem að mér finnst mjög merkilegt og skemmtilegt og ég tek alveg þátt í því skilur. Þetta er líka alveg á Íslandi, það er alls konar eitthvað með mjöð og þess áttar og láta ganga einhver svona hotdrykkja og alls konar sko. Já, svona í heiðnum samkomum þá er drukki til bara, þú veist, og skála og svona, jú, það er það sko. Það sem ég er að syrgja er bara einhvern veginn, þú veist, allt tengt mat og menningu, drykju, hvað sem það nú er bara, þú veist, skemmtanahald og eitthvað þetta er orðið svo instant og það er oft smá súrt, þú veist, þetta er bara orðið þannig að þú þarft ekki einu svona kunna elda og meðan að amma mín kunni bara, þú veist, alla heilu uppskriftabækurnar og uppskriftar sem amma mín kunni, það voru allar með lambakjöti eða fiskbólum það er bara eitthvað lifur og nýru en sem geggjað matur þú veist, já en ég er bara að segja að þú veist, núna er þetta bara þannig að þú stoppar eitthvað á leiðinni heim og hvað á ég að taka sushi, með einhverjum djúpstektum kjúklingi þú veist það bara deyr Japani fyrir hvert sushi sem borða með djúpstektum kjúklingi vinni mín sem er að vinna með að gera sushi það kom Japanir inn og þegar þið sáu djúpstekt sushi þegar þið sáu majónes og svo þegar þið sáu að það var kona að gera sushi líka þá bara mig sayonara sko alveg og sojamagni sem er notað Íslendingar bara drekki alltaf sushiunni í sojasósu Japani var bara nei og wasabið okkar er bara hvað grænt sinnep sko já einmitt hefur þið séð Zero Dreams of Sushi þú veist þegar sonur hans er 65 ára og fær ekki að taka við staðnum og gamli er bara nánast mállaus nýraður bara orðin heldur 95 ára eða eitthvað þannig er ég bara, tjóðlega þetta ekki í sammála því 65 ár og hann er ekki ennþá qualified nei, einmitt og ekkert annað búin að gera í sínu lífi algjörlega en þarna líka náttúrulega er svo mikil áhersla á að stéttirna sko að þú bara eigði þínu lífi í að maksa þig sem fulltrúi þinnar stéttar og þú verður þarna verða til líka bara svona þjóna stéttin, það er til góðir þjónar og eitthvað svona, það er ekkert litið niður það er bara mjög flott að vera góðu þjón en algjörlega, en á sama tíma þá eru þeir aldrei ofalega, nei en ég veit hvað meina, þeir fá virðingu í samræðum við rétt, en samt, einmitt, alvarleg stjættskiptingi í gangi þarna, alveg svakalega og rasismin í Japan er svaðalur ég er náttúrulega að tala með raskatinu sko, ég veit ekki og það svo fyndi það því að þú veist eins og á Vesturlöndum þú veist, flestir á Vesturlöndum geta ekkert séð mun á Austur-Asíu fólki nei, þú veist, ég lærði þetta náttúrulega bara því ég bjó í Kína af hverju byrja í Kína? Kærasta mér var í viðskiptanámi í Shanghai og þá var ég í markmiðlunarskólanum og var að vinna verkefni og svona og svo var ég bara að fíblast og upplefa Kína sko og þá upplifum maður Kína í gegnum Shanghai eða? Sko, Shanghai er bara flottsta borg sem ég séð sko hún er bara ótrúleg borg en hún er rosalega alþjóðleg þetta er ég fór að sjálfsögðu út fyrir Shanghai til að upplifa meira Kína Shanghai er mjög svona alþjóðleg en samt þú fer bara einu húsasundi til hlýða við þetta alþjóðlega og þá ertu komin að við þú veist
og finnur allt, skilur þú, það var staður sem við fórum á sem hétt uppáldið hans Más Já, ok hann. Og Já, hann hét það hann hét sem sagt Má's favorite en það var ekkert ennst neitt Nei, ok bara, og þá var bara matseðillin bara út sveita froskar og þú veist, og ég náttúrulega kærasta minn átti svona smáhund þarna en það var búið að hóta bara að sker undan mér sko ef ég myndi éta hund sko, þannig ég fór ekki í hundinn okay. En ég fór í snákasúpu ykkur og skjaldböku ykkur rétt sko borðað fólk skjaldböku? Já. Ekki skjaldbökan bara upprunni salmonellunar? Já sko í svona reynslu seinustu ára þá nú Kínverðin kannski ekkert mikið að spá í því sko. Nei, svo það étið alls konar dót Já. Og ég fekk allavega enga salmonellu en þetta var rosa sérstakt sko. Síðustu ára, ég var ekki að tengja Nei, eitthvað leðurblöggu leðurblöggu mænur og eitthvað en þú veist eins og svo þegar ég panta skjaldbökuna þá kemur þjónninn inn úr eldhúsinu með skjaldbökuna Nei þá er þetta bara svona eins og þegar þú pantar humar á frönskum veitingasta þá fara að skoða humarinn velja ferskasta lifandi humarinn og kemur hann örgla út af eitthvað svona til að vera vanda sjúkdóm eða eitthvað og hann kemur með skjaldbökuna og sýnir mér hana og ég veit ekki af hverju þú veist, hvað mat á ég að leggja á átti ég að segja nei út ef ég hefði sagt nei, af hverju bara langar táneglur á svona böku, ég vil ekki sjá hana einmitt En, þú veist, en skjaldbakan var bara, hún var veifandi svona framfótunum eitthvað, horfði á mig, var bara, nei, bara, ekki að gera, ekki, þú veist, mér horfði alveg í augun á bökun og ég var bara svona, en þetta er náttúrulega það sem að gerir að ef þú getur ekki vita hvað er að fara að gera og við mjög meðvitaður að fara að drepa dýr, þá áttu ekki að geta dýr. Þetta er frábær punktur og þú ert að lýsa einhverju hryllilegum aðstæðum en þetta er bara svona eins og með, þú sagðist að hann vera veiðimaður og svona, þú veist hvað felst í því, hvað þarf að gera til þess að drepa dýr og hvernig það endar á disnum, meðan að bara, þú elst upp sem krakki og sér þetta bara, sér bara eitthvað nagga, sko. Já, og það er líka málið að, þú veist að á Vesturlandi þá eru mennirnir svo ógeðslega, sko, heilaþvegnir af þessu að þú veist þér halda bara kjötið bara verði til í kjötborðinu bara í Hagkaup sko. Þú veist og leið og fólk sér aðstæða sem svín og kjúklingar fyrst og fremst en ekkert, þú veist, allir þessi iðnaðar er viðbjóður sko, þá náttúrulega verða menn vegan skilja og sér bara hvað aðstæðar er svo kjúklingur og svínakjöt, þetta er bara ógeðslega ræktin á þessu þannig að þegar ég fæ að sjá skjaldbökuna þá var ég mjög meðvitaður að hún myndi þurfa að láta lífið fyrir mig sko og það minnsta sem ég gæti gert var allavega að klára alveg hver einasta ég var sko sleikjandi skélina sko þegar hún kom með, það var búið að saga hana bara í sundur þannig að maður var svona af sömu böku já, og ég sá hana það er líka svo súrt út að sko skjaldbökur verða ekki svo gamlar eða? Jú það er í elstu bökurnar verða ekki hvað 200 ára eða eitthvað svolítið sko en ég til dæmis ég á mjög erfitt ef ég skynja að dýr séu að deyja af ástæðlausu ég fór einu sinni á hanaslag þetta viðbjóður sko. Já, var svona búið að binda hnífa við klærnar ég bara til hvers er það að deyja menn að betta í kringu þegar ekki jú, menn að betta, þetta er náttúrulega bara alveg surrealist, við erum að tala gæjana sem eru sko sikkvara megin sikkvara hotninu með sikkvara hanan þeir eru að hrópa sko inn skilabóð til hanans hvað hann er að gera heilin í fucking hanana með svona stór sko og þetta er bara eins og þessi að sko þjálfari að kalla inn á fótboltavöllin bara gefðu á Jafet það er að tala við hænsni þetta er sko og binda rakvélablöð við klærnar á þeim sko. Og þetta verður ekki svona clean cut dauði heldur, þú veist, þeir eru búin að blóðga hvort annan alveg trekk andlitað sko. Alveg og fjæðurinnar alveg hausina alveg, þetta eru alblóðir og síðan var ég bara, ég nenni þess ekki þannig að ég var að gæta sko þannig að ég var að fara bara með hóp þangað þannig að þetta var ekkert eitthvað sem ég stungið upp á en þessu hópur sem ég var að gæta þá langaði að fara að betta sem sagt, og að veðja og þetta var kúpu þannig að það er ekkert fjárhættuspil en eitt svoleiðis þannig að þú veist, ég gæti bara valið hundaslag eða hanaslag og ég segi andskotin að hafa þá nú skarra að sjá hana drepa hvernig annan heldur en hunda en síðan var ég bara og svo sagði ég bara nei, nennis ekki, þetta er ömulegt og þá komu kúpan þeir bara, hvað er að fara?
ég sagði bara, þetta er svo tilgangslöst einhver hænsni að deyja bara út í bláin og þá komið þið bara þú ert alveg að geta þetta, viltu? Svo komuðu með dauðu hanana til minn, sko. Þetta er geggja og setur þetta í súpu og síður þetta alveg, það er náttúrulega sjóða, þetta er náttúrulega kortisólið og stressi í kjötinu, þetta er bara hræðilegt kjöt, sko. Þannig að það er bara að sjóða bara 10 tími í potti, maður. Og það er til einmitt mynd af hana sem ég held á einhverjum alblóðum hana og ég er bara svona, óimar, þú veist. En rétt í stöðunni samt hefði að vera að fara með hann heim og sjóða hann í sólarhring, sko. Þetta er alveg punktur, sko. Já. Rétti, já, ég veist, að því gefna það svona fór, sko. Pabbi var einu svona að skjóta, þekkt sagði í fjölskyldinu að pabbi var að skjóta, hann ætlaði að ná skarf eða eitthvað djöflinu, sko, og skaut hann óvart eitthvað máf, sko. Já. Og þurfti þetta að synda eftir honum, þetta var aðeins út, hann var ekki alveg að ná. Skarfur er náttúrulega, þú skýtur þetta af bátið, ekki? Já, bara, þú veist það sem hún sér hann, sko. Já, ok. Já. Þetta var bara fyrir vestan, sko. Já. Og þá var bara ekki annað að gera, pabbi þurfti bara heim og það er máfur í matinn. Nei, máfur var bara steiktur, skilur. Þú veist, hann var á hotströndum, skilur, bara geta bara, ég veit ekki hvað, það var allt getið á hotströndum, sko. Já. Bara fólk sem bara lifir að landsins gæðum, þannig að þessi máfur bara hafður hérna, bara ég veit ekki, aromat, bara dæla aromat á hann og hafa hann á okkur hægældun í einhverja viku, skilur. Eitthvað máagúlas, sko. Máagúlas, en það verður náttúrulega sérst eins og það er náttúrulega töluvert betri gæði í sko, landsbyggðamáf heldur en einhver miðbæðamáf. Já, landsbyggðamáfum betri, já, þú veist, miðbæðarmáarnir náttúrulega eru bara rottur, sko. Já, lifa á frönskum og... Já, frönskum og grimmir í hlöllabátunum, sko. Bara, þú veist, eru bara majónesar og ógeðslegir einhvern veginn. Eitthvað djúpsteikt sushi. Já, djúpsteikt sushi. Það er ekki alveg. Einmitt. Já, þannig að þú bjóst þarna úti. Bara properly, þú varst bara, hversu lengi? Sko, mér minnir að við hefum verið þarna allt í allt, en við ferðum þessu svolítið. Mér minnir þetta að verið hátt í ár, sko. En við tókum í fríunum og svona fórum við út allt Víetnam og Thailand og Kambodíu og svona nágrannaríkin, sko. Hvernig fílaði þetta? Suðaustur Asíu? Það var bara æðislegt. Bara stórkostlegt. Víetnam sérstaklega, stórkostlegt land. Besta landið, sko. Besta landið. Bara þú veist, ímyndaðir þetta, skilur. Það eru bara, Bandaríkin eru búin að sprengja og drepa, pynta og nauðgaðum bara alveg í 10 ár. Þar enda voru Frakkin í 100 ára að berja það undir sig. Og þar enda voru kynverðin að því þeir voru svona on-off því 1000 ára en að berja það undir sig. Þetta er bara harðasta og sjálfstæðasta, flottasta fólk bara til matamenningin ógeðslega spennandi, ógeðslega fallegt, almennlegt fólk, ógeðslega mikil viðbrigðið, þú veist, við ferðumst alveg, fórum inn bara í norðrið, fórum alveg gegn hana Hanoi og alveg í söðrið, í Ho Chi Minh City og það, og sko hvað landi breytist að þetta er svona mjótt, eða þú veist þannig séð mjótt og langt land, þetta er ílangt land, ótrúlega spennandi. Tókstu hérna Kuchi Tunnels og allt þetta? Ég tók það, ég skreið þarna eins og ég væri í Viet Cong maður, alveg grimmur, sko. Brjálað dæmi, með einhverjum gömlu Viet Cong hetjum, sko, stríðshetjum. Illa óþægilegt, sko. Og það er búið að rýmka göngin fyrir túristum, sko. Og maður er samt bara eitthvað að drepast á það, sko. Þeir eru búin að rýmka þannig að, þú veist, að einhverju kanatúrista var ekki að festa sig með einhverju Burger King raskutana, samt ertu bara ógeðslega þrengt að þeir og þetta er ekki steift, þetta er bara leir. Það er bara grafið og svo leirið þjálpa og þau bjöggu þarna og þú veist, og þú veist, þeir voru bara eignast börn þarna og elda mat þarna og reyna að sástu triksið til að kanin myndi ekki sjá hvað reykurinn kemur upp þegar þú elda, þeir letu það var ekki strompurinn, það var ekki reykurinn lá ekki beint upp þannig að það myndi koma og flugvélina myndi koma það myndi napalm sprengja allt og þetta heldur fór strompurinn á ská þannig að reykurinn kólnaði þannig að þegar hann kemur upp þá liggur hann á jörðinni Víetnamann fór lengri leið bara kann átti alla peninga og öll vopn í heimi Víetnamann átti ekki shit veist, en hann bara redda sér en sástu líka ekki alla gildur ég elska rosalegt sko rosalegt þeir voru bara einhverju pyntingameistar og enda drápuður enga hermenn þeir bara eiginlega pyntuðu á það mikið að þeir þurftu bara sjálfviljur að fara heim ég veit það og það var ein gildur það var svona gamall Viet Cong jaxl sko sem var að sína okkur þetta og svo var eitthvað svona grind sem var svona ruslafatta en með svona göttum upp sko og hann var hann þetta er túristrepp þetta er túristagildran og ég bara akkur neða þessi gæja þeir fara bara heim til Bandaríkjanna með þetta
Það var svona svona geitunga trap, þú stígur honni og bara fast, þú þarf bara basically að vera með loksuðutæki til að losa þetta einhverju kanar að koma heim með einhverja túristagildur á fæturum og líka þetta var svo mikið andrisblada dæmi eins og fallhleratir, þú veist, og duttuðu niður og þá var sko svona bambusspjót með mannaskít og einhverjum drastlana, þeir fóru heimaleg bara með einhverja bakteríur alveg, þú veist, ég elskaði Víetnam, það var geðveikt að vera í Víetnam. Já, ég kemst ekki hjá því að bara fatta hvað ég var ógeðslega heimskur þegar ég kom þarna og þeir töluðu þetta sem The American War. Já, einmitt. Þeir tala þetta sem Ameríkustríð. Af því að sko, Bandaríkin það er enginn sem hefur ráðist inn í mörg lönd í bara mannkynsögunni og þeir kalla náttúrulega alltaf stríðin. Þetta er Víetnamstríðið og Íslendinga bara Víetnamstríðið. Já, og allir, þú veist, bara, það er sama hvað að gera, ráðast inn í Grenada, Kúbu, þú veist, Víetnam, Kóru, það er alltaf bara auðvitað heitir þetta ekkert Víetnamstríð í Víetnam, skilur við. Nei. Þú veist, mér varst alveg stórkostlegt að vera í Víetnam og það er bara svona, og svo er það líka, það er úrslega margt svona, það er eitthvað fyrir alla líka, þú getur alveg að fara á strönd, þú veist, eitthvað svona, var hérna þegar þú ert að fara niður ána Mekong eða eitthvað varst þú, þegar það er búið bannað núna og svona, þú ferð sko uppblásinni í svona slöngu og svona dráttarvela dekki sko og svo rennur þú bara niður ána og síðan byrjuðu bara heimamenn snjallir að svona, við ættum náttúrulega bara að vera með svona business, það er svo mikið að túristi sem er að fara í gegn, þannig að þeir byrjuðu að opna svona bari og kasta út reybunum og draga því ég fór í það í Lagos sko, ekki Vietnam Laos fyrir ekki einmitt, en það geggja sko en svona alltaf voru menn bara búin að vera í blackouti og hálfan daginn fara niður og auðvitað drukknið ykkur í fáiðar skilur en já, Laos Tubing heitir þetta, Tubing það er túristanafnið á þessu ég held nefnilega sko að það Víetnam, mér minnir að Víetnam hafi verið með þetta og það hafi verið bannað síðan en Laos sko og Kambodja ef þeir kemur ekkert ást að Kambodja að vera með þetta Kambodja það er bara allt lift sko þar skauti ég af öllum hugsanum vopnum sko fólk er að skjóta beljum með bazooku í Kambodja þú veist, Kambodja er náttúrulega mér varst svo sorglegt að vera þar sko það var virkilega sorglegt að vera þar sko. Þú er örgulega líka þekkt söguna og fórst á Killing Fields ég átti rosa erfitt með að sjá það sko og sjá það líka, þú veist Kambodja, það sem að sko Nixon sko næra að í kaldastriðinu þá skipt svo miklu máli að Kínverjar og Rússar var ekki vinir Sovjetríkin og Kína þannig að þeir náðu að setja svona fleig milli, í þess að vinátt á milli Sovjetríkin og Kína þannig að þarna þessi tímabili þá eru þeir sem sagt, í raun og veru ekki bandalagsþjóðir Sovjetríkin og Kína þannig að þegar að Pol Pot er búin að drepa þarna, þú veist, bara 1 milljón af 7 eða eitthvað og er bara alveg snargeð ykkur með blessun Bandaríkjanna og Kína þú veist, og stuðningi þú veist þá er það sem að Víetnam segja bara, herðu, þú veist, þeir eru byrjað að koma inn í okkar landamær og drepa fólk og elta flóttamenn yfir landamærin og þeir eru að fara illa með Víetnam sem búi í Kína, þannig að Víetnam segja bara, herðu, við nennum þessu ekki, þannig að þeir fóru bara inn og slaufuðu Pol Pot og bara murkuðu hann murkuðu hann ekki, hann náttúrulega lifði en þú veist, en hendur hann frá völdum og þá náttúrulega, voru Kínverjar og Bandaríkjamenn brjálæðir og ef Bandaríkjamenn eru brjálæðir þá er náttúrulega alltaf einhver aumingi utanríkisráðherra á Íslandi sem er náttúrulega líka brjálæðir, ég er brjálæðir yfir þessu þannig að Íslendingar í Sameinuðu þjóðunum fulltrúi Íslendingar í Sameinuðu þjóðunum börðust fyrir því að Pol Pot fengi að halda sínu fulltrúa í Sameinuðu þjóðunum en ekki nýja stjórnin í Kambodja þannig að þetta er bara það sem snýr að Íslendingum það sem snýr náttúrulega Kambodjumönnum bara, veist, þetta er bara, veist, og líka því að hann drap menntamenn, hvað verður samfélag þegar þú drepur alla menntamenn sko? Já, þetta er eitthvað hróttalegt taktik sko. Þetta er hrikalegt sko. Sko, bandaríska sendiráðið og þið er samt einhverja sögu, eða ekki? Jú, Netflip hana já, það sko það er 21 ár síðan sem er magnað því ég er bara 25 ára sko en já, það var hérna, ég var dæmdur fyrir að smána erlenda þjóð sko og við vorum nokkri hérna sem að þannig að sem er svolítið magna því að vera dæmdur fyrir að smána erlenda þjóð það er sem má ekki við því á einhver Íslendingur sé að smána sig og það er sko, það er bara 3 bara í bara íslenskri dómsögu sem hafa verið dæmdir fyrir það. Já, býttu, þú ert dæmdur fyrir það? Dæmdur fyrir að smána erlenda þjóð. Þetta fer fyrir dóm? Já, ég var sem sagt sýknaður í héraðsdómi en sakfelldur í Hæstarétti. Getur þú sagt að það sko að gerist það?
Já, þú veist, það er auðvitað að segja vegna þess að það var búið að glussa það var búið að glussa okay. En það sem sagt það urðu ákveðnar málingaskemmdir á vegg sendiráðsins vegna þess að það var Molotov cocktail kastað á hana vegg og og það var, við vorum fleiri en þú veist, ég bjóð ekki til að kasta hann en það var einhver hópur og ég var alveg örugglega með fyllir í hann sko. Þannig að ég var handtekinn bara strax en þetta er samt þannig að þetta er sýknaði héraðsdómi því að það var ekkert sem uppfyllti lögin þetta var bara þrýstingu frá Bandaríkjunum að við vorum dæmdi vegna þess að til að smána erlenda þjóð þá þetta er að smána forsetann, skjaldarmerkið eða fánan, opinberlega þetta var bara nótt, þetta var bara djamm helgi skilur og það var ekkert af þessu þrennu sem var svívirt og þar á ekki þá þannig að auðvitað var ekki þetta dæmi í þessu en þegar þetta fer áfrýjað í Hæstarétt þá kemur svona alveg svona doðröndu frá utanríkisráðuneytinu þá er búið að taka kvuttana þarna sem að þykjast að vera utanríkisráðherrar sjálfstæða þjóðar skilu þannig að við vorum dæmdi fyrir það og dæmdi fyrir að smálanda þjóð þá eru bara 3 í Íslandssögunum sem er dæmdi fyrir það er Steinn Steinar fyrir að fara inn á lóð þýska konsúlsins á Siglufirði og rífa niður nasistafánan smálanda þjóð þú veist Þórbergur Þórðarsson skrifaði í Alþýðublaðið að Hitler var að útrýma fólki sem sagt vinstrimönnum og gyðingum og þá var hann dæmdur fyrir að smána elda þjóð þannig að ég er í glæsilegum hópi þú ert í mjög góðum hópi stórkostlegum hópi að þú veist strax sko þú veist að sem sagt til taka upp á því saksóknari og íslenski dómstólar að dæma til að passa upp á George Bush og Adolf Hitler og stærstu skáldin fengu bara medalíuna að hafa verið dæmdir fyrir þetta sko Já, ég vissi ekki að þið væri bara 3 maður Nei, hafi eitið engin Nei, mitt Ég vil Molotov cocktail mikið svona með svo mikil vikt í bara sko bæði þessu orði og bara hvað þetta gerir og hvað þetta er einfalt Þetta er úr seinni heimsöld, þetta heitir eftir Molotov ráðherra Sovétríkjanna okay. sem var vardamála eða utanríkisráðherra Þetta er svona alþýðlegt vopn einmitt Já, sorry, ég bara var að taka þetta segvið þegar hún nefndir bandaríska sendiráð en já, Víetnam og þetta er Já, og mér líka bara, ég var að hugsa þetta þegar við vorum að tala byrjun, þú varst að tala hvernig seinni heimsstyrjöldin spilaðist út og þú veist, og þetta bara spilaðist út rétt og þegar maður heyrði að þetta var kallað American War en ekki the Vietnam War, það fattar maður bara býtu, kennslubækurnar gætu verið að segja einhver að bjaga að sög. Já, við lifum náttúrulega í okkar búblu öll stórveldi og leppríkin þeirra, sama hvort það sé Rússland eða Kína eða Frakkland eða í dag er raun og veru bara Evrópa bara svona hjálega hjá Kananum við búum í algjör í fantasíu búblu eins og kringum öll stórveldi þú veist, og þú veist og allir sem að skemma einhvern veginn narratífið þeir enda bara í að annarkvæmt vera drepnir eða eins og Assange bara í lífstíðafangisi þannig er það með það er engin stærri óvinnur stórvelda heldur en sannleikurinn sko við sjáum það bara Edward Snowden og Assange og Manning og hvað hann nú er þannig að þú færð aldrei það er alltaf sama hvað lið heldur að það sé rosalega mikið bara meðanóttunum það er þú veist ef þú tekur afstöðu með stórveldinu sem þú ert undir þá ertu búin að misreikna það sko og þannig að sögubækurnar hann alltaf upp og niður alltaf rosalega mikið góðum sagfræðingum sem að eru bara mjög öflugur og flottir en ég segi þetta sem fyrst og fremst hvernig corporate miðlarnir, það eru sko einkareknar fjölmiðla samstöpur sem að ráða hvað afstöðu við tökum þú veist, ég meina Tony Blair og félagar þegar þeir fóru í Íraksstríði sem var náttúrulega bara fantasía og ruglstríð eins og einlega öll stríð öll árásarstríð þótt að fólk hafa fullan rétt til að verja sig að það var auðvitað voruð búin að tala við Murdoch skilur, sem er bara svona algjör fjölmiðla kapitalisti og díla það hvaða afstöðu er tekin og ert þú ekki örugglega með okkur og hvað þurfum við að gera til allir séu þannig að þú sért að spitta áróðrunum sem við viljum heyra sem vestræn stjórnvöld vilja að þú heyrir og þú veist og svo spila náttúrulega líka inn í
hagsmuni sem sagt, þetta náttúrulega alltaf tengt stórkapitalistunum, vopnaframleiðendur, það sama hvað stríð í heiminum í dag, hver tapar, hver vinnur, skiptir ekki máli, vopnaframleiðendur vinna alltaf, þú veist, ég meina, þú sér bara eins og hérna, þegar Kanin var að styðja Saddam Hussein, þetta áður hann ræðist inn í Kúveit, þegar Íraksstríðið var í gangi, þá var Saddam Hussein hetja Vesturlanda, þá var að tala rosalega vel, þá var að tala hann eins og Zelensky í Úkraínu eða bara þá var hann hetja og rosalega næs og eitthvað svona og þá opinberu stuðningur Vesturlanda yfir Saddam Hussein, þá skipti enga máli hvernig hann fór með kúrdana sína eða svona og Íran voru vondukallinir nema hvað að baka tjöldinu voru CIA að dæla vopnum inn í Íran skilur, þannig að það eru sömu vopnin að fara á báða aðila undir borðið lætur bandaríkjastjórn þá fá Íran fá vopn, opinberlega er það Írak sem fær vopnin Raytheon og Boeing og sem kalla þeir get ekki tapað ef í þeim business að drepa fólk þá getur þeir bara ekki tapað skiptir ekki máli hvað hlið þú heldur með fyrir hverju þú ert berjast með þessu bara svo leikir sem að vera að berjast já og öll stærstu vopnafyrirtækin náttúrulega eru vestræn en þú veist Rússin náttúrulega með 1 fyrirtæki að Kínverðin eitthvað smá að neðalega en þú veist það er alveg ástæð fyrir að af hverju er Kínverðin svona neðalega? Bara vegna þess að Vesturlönd eru mestu vopnaframleiðendur í mannkynssögunni og þeir búa til flest stríð bæði með beinum innrásum eða með því að búa til svona borgarastríð, dæla inn eins og núna náttúrulega, þú veist, eins og niður í Sýrlandi þar sem að Vesturlundur eru búin að dæla vopnum í Al-Nusra sem er gamla Al-Qaida, skilur við þannig að þú veist, þeir eru allstar að dæla inn vopnum, skilur við, þú veist, það er bara Vesturlund ráðamenn Vesturlunda þeir lifa á stríði og þetta er bara svo Jacques Chirac forseti Frakklands sagði að ef við ættum ekki svona mikið í Afríku þá væri gjaldmiðillinn okkar sko, hvað 25% af þeir sem er neyri í dag sko. Ef við ættum ekki svona mikið neyri í Afríku þú veist, þetta snýst alltaf Vesturlönd verða að eiga þetta afleiðing af nýlendu kerfinu bara þessi kapitalismi, heimsvöldastefna og nýlendustefna hún snýst alltaf að fara inn og ræna ekki bara mannskap í þræla vinnuafli, heldur ræna auðlindunum þú veist, Afríka rosalega rík heimsálfa. Já, hann tala bara gegnum tíðina, það sem við bara það sem við byggðum á. Já, og erum í dag. Hver heldur að eigi allt þetta niður í Afríku? Hver heldur að eigi allar námutnar og þetta? Það heldur að vestræn stórfyrirtæki. Og þau hafa náðum bara með því að vera með stríð og valdarán og allt þetta, sko. Okkar auður ekki vegna þess að við séum svo hvítir og gáðaðir, það er bara því að við erum búin að vera vesturlöndum búin að byggja upp sitt ríkidæmi á bara arráni og stríðum og þræla business og að ræna auðlindum. Þetta sitt allt að eiga auðlindunar sem að þannig að Afrika er fátæk, ekki vegna þess að eiga þetta ekki í raunavöru, heldur vegna þess að það eru vestan stórfyrirtæki sem eiga þetta. Þannig að sko, þú veist Frakkar eiga 4. stærsta gullforðan í heimi. Það er engin gullnámi í Frakklandi, sko. Skilur, Frakkar er með útlendinga hersveitina sem fer mjög reglulega inn, hún er bara niður bara til þess að fara inn og sjá til þess að sé allt í lagi með allt og þeirra menn séu við völd. Hver er staðan á útlendinga hersveitinni í dag? Er þetta ennþá mikið þing á þetta var? Já, það er bara, þú mútið heyra ekkert það náttúrulega í vestrana fjölmiðlum, en þeir eru alltaf í feeling, sko. Það var verið að sparka Frakkar út Mali og það er náttúrulega einhver frelsisbaráttur sem að vestrana fjölmiðlum hafa engan áhuga á. Þeir bara, þú veist, þeir meika bara ekkert að hafa sem sagt þeir vilja verða bara sjálfstæðir en Vesturlönd, þau styðjarnir bara sjálfstæðir ríkja sem henta þeim, þú veist Kosovo, þú veist fyrrverandi Sovétríkin, en þegar það er einhverju sem að fer gegn þeirra hagsmunum, þú veist þá Palestína og svona þá er það náttúrulega, þá má berja það niður með blóði og apartheid og einræði og herfóringastjórnum og skilur, hræsnin er svo, ef eitthvað sem einkennir sögu Vesturlanda þá er það hræsni og græðgi græðgi og hræsni ég á svo erfitt með að countera eitthvað í svona milliríkjadeilum og þess að ég er ekki mikið inn í þessu en þannig ég ætla svona að dumb it down og spyrja út í ég er líka til í það ég þarf að gefa þér eitthvað átfengt þú ert að drekka fyrir þetta viðtal maður gera eitthvað ég kem bara aftur í apríl ég þurf fram í apríl nú hvað, hálft ár þá eða? Nei, ég tek 3 mánuði Varstu ekki að segja að vera búin með 3 mánuði? Nei, ég er núna búin með 1,5. Ég skil. Frá áramótum? 15. janúar til 15. apríl. Ok, hvað kom til?
Ég ger þetta bara mjög reglulega. Já, ok. Þú veist, það er bara mjög nauðsynlegt að svona bara, þú veist, áfengi eins og þetta er nú skemmtilegt eitur, þá er þetta eitur og það er, ég mæli ekki með því við neitt að vera alltaf að klussa, sko. Good times create weak men. Já, og svo líka bara það er svo margt, það er svo gaman hlakka til og það er líka náttúrulega bara fyrir líkamann og svo gott fyrir því að taka pásur. Já. Núna ég til þessu vegan, tók 1 mánuð í vegan og svo á morgun byrjar pescetarian tímabil, sko. Er þetta bætt inn í meira og meira eða ætlar bara að halda þér í peska? Ég tek mánuði því og svo fer ég bara í aðlætuna. Ok. Já, þetta er samt gott, sko. Ég fíla þetta og ég er líka alveg aðtökvæmt fyrir því að bara strýpa aðeins og þú veist, og síðan kynir þetta inn, bara svo verður ekki alveg samdaunaði, bara eins og að taka í vöruna. Sko, fólk sem byrjar, það er bara komið í 4 punkta, hvað sem hann nú heitir, leið. Og það þú verður bara samdauna kikkinu. En ef þú restriktar þetta ekki, eða þú veist, ef þú restriktar þetta, þá getur þú fengið þér og fundið fyrir því. Síðan fólk bara, þú veist, komið 2 í einu og fyrir morgumat og... Ég finn, sko, nikotín er svaðalega ávanabindandi. Ég hef aldrei eitt sígarettur. Í alveg? Aldrei, nei. Og þegar þú reykir kúpuvendil þá reykir þú bara í munni og púar hann. Þú setur hann ekki í lungun eða sumir setja hann í hálsin, ég setja hann ekki í hálsin, setja hann bara í kjaftin, sko. Þú ert bara að púa þetta? Já. Þannig að þú far aldrei nikotínvímu? Svona valla? Jú, en rosa litla og það líður langur tími, hún er lengja, þú veist, en þú ert með einn bara Cohiba, Sigl og Singo, skilur við, þá ertu lengi með hann, þú veist, það er ekki að kúpuvendil er alveg meira en klukkutíma prósess. En nikotínið, þetta er sko nikotínpúðarnir, þetta er ekkert grín, sko. Það er sem ég segja, þetta er bara einfalt. Þú ert bara komin með, þú ert með japansku pælinguna í vindlinum, síðan ertu bara með Burger King í pókunum. Akkurat. Þú ert bara að fá kikki strax. Burger King, þú ert að fá fitu, salt og sykur kikkið strax. Þú veist, og það er það sem gerir, það er ástæð fyrir að Vesturlönd eru feitasta bara svæði mannkynssögunar, þú veist, vegna þess að það er verið, kapitalistinn veit alveg hvað virkar, hann veit að spilin og fíkn, þannig að þú veist, og það er eitt stærsti óvinnur þess að við náum að vinna bug á því er alltaf, það er spilað inn og það er fundið hvað það er sem við erum með fíkn í og þú veist, það er sama með klámiðna en hvað það er, þú veist, það er spila geðið inn á þetta, sko. Og hann að, já, ég er alveg gaurinn sem fæði með 2 póka á sterkasta og núna áðan var ég með 5 póka, sko. Í alvörunni? Já. 5 póka í einu upp í munnunum, maður? Já, átti með 4 uppi og kannski 1 niðri, sko. Þetta er ekki hægt. En hugsaðu ekki þarna, herri, ég var bara til að pröfa að taka 1 dag án þess. Jú, ég geri það stundum. Ég tek alveg... En þá farið þið 4 í einu deginum eftir. Já, en ég hef alveg tekið tímabil þar sem að ég hætti þessu alveg. Ég gerði það þetta kallar rosalega, þú finnur alveg, þetta er eina fíknin sem ég finn fyrir, sko. Ég veit menn sem að hafa hætt heroínu og kókaínu og öllu en bara ná ekki nikotíninu. Nei, og líka náttúrulega nikotínið er af þessum helstu fíknefnum mannkynssögunar, þá er nikotínið sjálfsögðu eitur og allt það, en það er langskást sérstaklega með hvað fíknin er mikil. Skilurðu mig? Já, fattar. Við erum að tala um að nikotíni kallar á fíknin það sterk, hún er alveg að pari við kókain eða eitthvað, en afleiðingarnar er ekki sambarilega, sko. Þannig að ég held sko nikotínpúða verði svona, ég held að í framtíðinni verði nikotín inntaka mannkins bara rosa mikið bara í nikotínpúðum, þetta er svona skásta leiðin til að fá því nikotín, en þetta svala fíkninni, sko. En það er svona svo gott, sko, gott hvað maður að segja, mótvægi í eins og íslensk neftóbak, bara vond lykt af þessu, vond bræð og bara krakkarnir bara óímaður, ég veit ekki, sérstu að koma með bara einhverja myndu, hvíta, fallega púða maður. Þetta er að sama eins og með þú veist viski, skost viski, þú veist rom, þetta er ekkit auðvelt svona, þú veist ekkit eitthvað bara 15 ára gamall að detti bara að taka dræja af einhverju skosku viski eða kúbusku rommi. Nei. En þá þarftu náttúrulega, þú veist, bríser og allt þetta drast, sko. Það spilaði inn á þetta. Já, það er bara sykur og hann að, þú veist, sé ekkert áfengisbragð. Við veitum þetta að hugsa til að fá lið nýtt, sem sagt, til að venja fólk við áfengið, skilur, strax. Einmitt, og síðan vinnur, já, einmitt.
Þetta alveg, markasöflin, eru tvo síman. Já, En þú bjóst í Kína og bjóst líka í Svíþjóð, fórst ekki út í nám? Jú, ég var í námi í Svíþjóð og svo náttúrulega ég alveg upp í Finnlandi og Danmörku líka, sko. Finnlandi líka? Sem badd, sko. Hvað aldur? Við flytjum út þegar ég er svona 2-3. Ekki talar einhverja finnsku? Nei, ég var svo lítill þá, sko, en ég er náttúrulega reybrandi á dönskunni, sko. Já. Byggum alveg 6-7 ár í Danmörku eða eitthvað. Já. Og erum með mjög mikið tengsl við Danmörku og hluti fjölskyldunar flutti ekki heim, sko. Nú, ok. En samt Danmörk, svona smá boring, sko. Finnland, mjög áhugavert. Finnland, ég elska að finna. Hefur farið þarna eitthvað í sendið? Já. Okay. Mér finnst, sko, þetta er það sem að ég elska, þú veist, hvernig þeir birtast, finnar birtast er bara eins og það hatið þig. En ef eitthvað gerir, svo kemst að því þegar þú kynnist Finnum að þetta er fólk sem gerir allt fyrir þig, sko. Já. Þú veist, það er með ískalt andlit bara, en eru bara rosa hlýir og rússinir eins veist, og úkrænumenn og pólverjar og svona, þetta er svona slafa, nú finnar náttúrulega ekki slafar, en þeir náttúrulega eru búin að vera undir slafaveldinu, rússakeisara, og þú sér þetta svolítið ábyrgandi, sko, hjá slöfum, sko. Í bara karaktereinkenni? Já. Og ég kann rosa vel að með þetta, þú veist, og úkrænumenn og allt þetta lið, þetta er ákveðin típa. Þetta er líka svona ákveðin harka. Þetta er ákveðin harka og þetta er líka náttúrulega það að hafa, þú veist, það hefur ekki alltaf verið, sko, notalegt bara að vakna bara í þessum heimslut og verið bara, nú verður gaman í dag. En sko, er það gott fyrir mann eða erum við bara sjúklega þrjósk að vera bara ekki farin suður? Sko, ég held að sé, nú komum við aftur að þessu, þú finnur að jákvæða bara í aðstæðum og ég held að það sé ekkert gott að hafa lent í bara heimstyrjöld sem drap 30 milljónir íbúa en þú veist, allt sem gerist, skilur, þú veist, það mótar þig og ef þú fer rétt á, þá lætur það móta þig á jákvæðan hátt, skilur. Þannig að það er svolítið máli, sko. Já. Að þú veist, þú verður sterkari og kemur, ef þú nær að koma rétt út úr ykkur ræðilega, þá verður þau sterkari og skilur, þetta er mjög neikvætt, ímyndaði tráma sem fylgir því að missa svona mikið af fólki og landuninu rústa þegar nú tala Sovjetirgin og Pólland, þú veist, nasistar náttúrulega rústuðu Sovjet og Hitler og félagar náttúrulega rústuðu Pólandi. Þetta fer inn í þetta fer svona inn í þjóðasáluna. Já, þetta er svona, veist, það hefur verið skrifað þetta sem svona áfallastreitu röskun heillar þjóðar sem fer inn í menninguna. Já, gegnum kynslóðar, hvernig þú elur krakkana hennar upp og ég man ekki, sko, það var eitthvað líka með þetta getur svona smá, ef þetta er kynslu eftir kynslu, þá getur þetta bara svolítið farið inn í, sko, svona bara DNA-ið. Já, þetta er genetíst. Og þetta er alveg nýtt, hann Gabor Mate sem er einhver geðlæknir, hann er að tala um bara svona the body keeps the score og eitthvað svona. Geggjar, hann er að tala um sem sagt, hvernig gyðingar meðal annars, þá kemur hann inn á það og blökkumenn í Bandaríkjunum og hvernig það er svona komið inn í að þetta eru kynslu eftir kynslu þar sem að það var farið svona með þetta fólk, þannig að og það hlýtur ekkert líka mega sens því að þú veist, ímyndað er að vera alltaf, þú veist, efnaskiptin í líkamanum, ef það er þú veist, með adrenalín og kortisol bara stanslust, þú veist, alltaf á varðbergi, þú veist, alltaf einhvern veginn, þú veist, aldrei örugur, þetta breytir efnaskiptunum, skilur, á sama hátt og að skipti máli hvernig þú fæðist í mánuðinum út frá því hvað, flóð og fjara og allt þetta náttúrulega, tungli tógar ekki bara í sjóin, hann tógar náttúrulega líka bara í okkur sem eru meira hluti vatn, þannig að það breytir náttúrulega því, þú veist, því nú finnst mér stjörnuspeki svo mikið bull, sko, en að þessu leiti þá er hægt að segja eitthvað til svona út frá, þannig að finnst þér ekki líka bara eins og núna erum við að tala um, þú veist,
Pólland og þú veist það sem bara þjóðir sem bara hafa þurft að bara upplifa svona þjóðarsorg skilur, við erum að tala þetta og þetta vekur áhuga og mann finnst þetta áhugavert og mann langar kannski bara að skoða þessa staði og hitta fólkið og hérna fá smá innsýn í þetta veist, við erum ekkert rosa mikið áhuga á bara Tenerife, skilur í því ástandi sem hún í dag, ég veit ekkert hver sagan er þetta er líka, þetta vekur bara svona áhuga fólks alveg, sko, þá erum við bara svona einlægan áhuga Já, þú veist ekkert af hverju þú hefur áhuga á þessu þetta kveikir hann einhvern veginn Já, þetta er því að þú veist Flórida og Tenerife og svona, þetta er bara þú veist, æsufelli með sundlaug Já. það er basically bara búið til eitthvað þannig að við getum farið í sól, það er engin að þú veist ekki að fara í menningareisu til Benidorm, sko nefnum við viljum kynnast bara svona hardcore bara svona ræjanir, skakkar tennur volgur, öl menningu frá Blackpool Við fordæmum það samt ekkert sko Æ, alls ekki, en ég er að segja að þú veist, það er menningar upplifun sem fær þar og þú veist og þjóðir sem eiga merkilega sögu þú veist, Luxemburg hversu spennandi er það þú veist, það er það ekki það er það ekki, bara alls ekki þú veist, á meðan að þjóðir sem hafa þurft að svona taka á sig skilur eins og rússar eða sovjetmenn, pólverjar finnar ég tengi rosalega mikið við þetta svona upp á bara að þú veist, kynnast menningu og þjóðum sem svona og Víetnam alltaf svo tölum áðan þetta er öðruvísi og maður er að skilja mannkynið og svona skilja dýrategundina hvernig fólk hegða sig og af hverju að gera það sem maður gerir þú veist, þá verður einmitt að fara til þess að landa og sjá þú veist, og vera og kynnast fólki og það skýrir mjög margt sko. Þetta er mjög vel, eins og þú sagði, bara merkilegt sko. Þetta er það bara, og það er einhver svona viska falin í harðindum einnar þjóðar og, svona, og sjá einmitt finnana bara hvernig svona fasið þeirra er kaldir en þú veist, gera allt fyrir þig einhvern veginn Þú sér bara til þess munin á Dönum Danir eru svona eins og kanar þeir eru svona mestu small talk kongar í heimi Danir eru bara nei, hæ, skilurðu alveg svo kanin er bara svona oh, that's so great to meet you eitthvað svona og þú veist en það er ekkert að baka það nei, bara no, sorry, I can't do that akkurat, bara, þú veist, og þá eru að tala bara að þið vantar bara, þú veist, bara kveiki í vind, þú veist, síkert eða hvað þið vantar bara, þá bara oh no, I had to eitthvað svona, þetta er eins og Kíslovski sem er bara einn af uppáhalds kvikmyndaleiksturunum mínum, hann er pólskur Kíslovski, hann gerði dekalóg sem tók út frá boðorðunum úr Biblíunni gerði myndið svona frjálst út frá stórkostlegur leikstjóri, hann gerði líka rauðan, hvítan, bláan nú erum við byrjað að tala um eitthvað sem ég þekki ekkert sko. Nei, en Kíslovski, hann er pólveri skilur, og allt nákvæmlega sem við erum að tala um hann og hann sagði bara veist, hann sagði að súrrealiskast það er bara augnablikki alltaf því að tala við umboðsmanni minn í Bandaríkjunum sko. Þá hringir hann sko og hann er bara svona kurteis, bara svona hello, how are you? I'm fantastic, I'm so awesome I'm like, Jesus, hello eitthvað svona, I'm so great day today og hann er bara eitthvað, hann er að ljúga það er ekkert great day today, þetta er ekkert awesome skilur mig og það er ekkert að hann sé eitthvað þunglitur, hann er bara svona hann horfður bara kringu sig og þetta er ekkert eitthvað awesome, þetta er bara fínt skilur eða eitthvað og svona, hvernig þú sér þetta og Danin er svona, gagnvart Finnum Danin er ekkert að fara að hjálpa þér að pumpa í dekk eitthvað 1, 2, 3 þótt að sé bara eitthvað svona Finnin, skilur, hann bara reddaði nýju hjóli sko það er mín reynsla og reynsla mjög margra, nú er pappi minn ég er búin að vera tengdur finnskri menningu, pappi verið að þýða ljóðabækur og finnsku og verið svo mikið það verið mjög mikið svona finnst uppeldi hjá þér? Já, það er svona rosalega mikið svona menningarlega þú veist, Kára Smak finnst uppeldi? Já, sem sagt ásamt öðru en það er mjög sterkt sko til mér sem kemur frá pappa sko, pappi er rosa, hann er svona alveg ástumögur Finnlands að þú veist, bara þú veist, finnska kvikmyndir og Múmin bollasettið og... Já, Múmin og Kára Smaki og svona það sem kannski flesti myndir tengja við sko þú veist, allt þetta antitúri maður að bara hafa búið að vera bara Formúlan eða?
Nei, það hefur endur ekki verið mikil áhersla á það sko. en þú veist, já, Tove Jansson og þú veist, endur finnar stórmerkilegir og svakalegir hönnur. Já, íþróttamenn líka. Já, bara og svakaleg hönnun, skilur þú veist, og tónsk Sibelius og þú veist, það sko, og náttúrulega vodkin, þú veist, bestu vodkar í heimi eru rússneskir, finnskir, pólskir. Þetta bara svaka Koskenkorva, bara ódýrasti vodkin í ríkinu. Þetta bara fáránlega góða vodki. En byrju, það sprettur svo margt upp úr myrkrinu sko. En hvernig stemmingin að það eins og hérna á Íslandi meðan við í Finnlandi? Þú veist, Íslandi, það eitthvað svona, þú veist, þetta svona svolítið kvíðaborg, það mikill hraði, en þú veist, samt eitthvað djöfisins segla og það verður mikið til og við eigum, þú veist, góða íþróttamenn og tónlistamenn og bara allt þetta. Já. Fólk sem fært á mörgum sviðum. Hvernig þetta í Finnlandi? Þú veist, eitthvað, það oft talað hvað finnar eru þunglindir sko og það kemur líka dauðarokkið þarna og allt saman. Þetta er svona smá fráhrindandi stemming að mínum mati. Já, sko, ég held sko að á yfirborðinu virkar þetta mjög þunglind, en þeir eru eins og bara að horfa á Kár og Smaki myndirnar. Já. Það er svona húmor í þunglindinu. Já. Skilur. Já, bara svona kaldhænin. Finni getur sagt þér fárlega fyndið brandara á svona brosa á neinum tímabóti eða hlæra eða neitt sko. Og fara svona, þú veist, þeir eru bara bestir í, en þetta er svolítið, eins og ég segi, þetta er svolítið austurræðarost að geta svona einhvern veginn hlegið bara inn í sér. Það nægir, þegar við geta setið það fram. Já, mér finnst Finnir vera alveg geggjaðir í því sko. Já. En þú veist, þetta er samt alveg að breyta svolítið. Þú sér sko eftir hrun Sovétríkjanna þá náttúrulega bitnaði það rosalega efnahagslega á Finnum og rosalega erfitt tímabil í Finnlandi alveg til 2000 eða eitthvað og mér finnst ég skynja alveg breytingu núna þegar ég fór seinast til Finnlands fyrir einu ár, fyrir COVID. Já. Að þá skynja ég aðeins öðruvísi svona, þú veist, stemningu með þetta sko, maður sá alveg kannski menn voru kannski skælbrósandi en svona, það var svona brosa aðeins út í skilur, þú veist, það var svona meira af því sko, sem ég held að sé líka bara mjög heilbrigt og eðlilegt, þótt að maður sjáu þetta náttúrulega í massa rómantísku ljósi hvað þeir eru þunglindir sko. Já, við erum eitthvað að dásama það hérna. En þeir er náttúrulega bara búið skammdegið eins og við, þannig að þetta er bara óhjákvæmilegt, en það er fallegt hvað að vera margt til úr. Norður-Noregur er náttúrulega bara, þú veist, Norður-Noregur, þeir þurfa bara að vera með skattaafslátt og svaka innspýtingu frá opinbera til að láta fólk bara nenna að búa í nyrstu partum Noregs sko. Já, fólk er að flikkast söður. Það er þannig sko, en þeir halda nossarinn náttúrulega, þeir eiga sína auðlind sjálfur, við eigum ekki auðlind, fiskurinn er ekkert í eigu þjóðarinnar. Nei. Þeir eiga olíu sem er bara þjóðasjóður, þannig að það sama hvað einhvern veginn vandamál er. Það er ekki bara stærsti fjárfestingarsjóður heims. Jú, og bara, og lýðræðislega rekin, það má ekki fjárfest í vopnum og fólk segir bara til og þeir geta farið í 20 bankarhund, skiptir engum máli, við fyrir með 1 bankarhund, allt í haki, akkur að því að þjóðurauðlindin okkar fiskurinn, hann er bara í höndunum og örfáum sjálfstæðismönnum, skilur. Þannig að þetta er svona... Er hann alveg þjóðurreikin? Er alveg svona prinsip og gildi í kringum hennar sjóð? Já, og þú veist, og þú veist, þegar fólk vill ekki búa bara við að kolniða myrkru allar sólringin eins og í Norður-Noregi, ekki alveg, en svona þú veist svipað eins og þegar er dimmt í okkur, þá er bara sett bara í það massa peningur til að það gangi upp sko. Í alvörunni? Já. Það er bara, skammdegið er ríkistyrt. Skammdegið er ríkistyrt, já. Þetta er gott maður. Þannig að, þú veist, þannig að, en þunglindið þar er ekkit svona einlega alveg á pari við norður-nossarar eru ekkit, ég skynjaði ekki að þeir séu svona mikið þunglindir eins og Finnin byrtist okkur sko. Viltu fá nýjan póka í vörun áður en ég spyrði út í Frikadór eða? Nei, nú er ég sko vel bleysaðar, vel nikkaðar. Ok, í alvörinni? Já, þetta er svo sterkt sko. Já, ok, alltaf, þetta er svona áhugaverð ég er að fylgjast með neyslu minnstur sem ég er að fylgjast með þetta. Ég ánægist að taka þetta upp svo ég geti svona greint þetta eftir á leikreining. Þú, Friðrik Dór var einn í viðtali og hann var að tala að þið voruð að túra á Selfoss mikið saman á rúndinum fram og tilbaka og hann hafi fengið að heyra margar reynslusögurnar frá þér í þessum bíltúrum. Sko, mér finnst fyrir það fyrsta áhugavert að heyra
að þú og Friðrik Dór hefur verið saman svo var Friðrik að tala að honum fannst svo ótrúlegt að þú varst 33 ára á þessum tíma og bara, shit, þessi gæði ennþá í bransanum og núna Friðrik 33 ára og þú hvað, 40 77, nei, 40 og 5? Nei, 44 Ammali lok ágúst og þú ert ennþá í bransanum hvernig samsvaraði þú þér við Frikka, hvernig kemur hann inn í þitt líf og hvernig ferð þú eitthvað að tónlistavesenast með hún? Já, sko málega það að ég þegar ég gerir Copacabana plötuna þá vinn ég 2010? Já. Fyrsta soloplatan? Já. Þá hún unni með Red Lights sem eru algjörir snillingar. Já, einmitt. Og þá, þegar ég þar, þá eru þeir með strák sem að taka þá það að taka upp hlið við hlið með Frikka. Fyrsta lagi hans. Já. Og ég heyri strax, ég náttúrulega svört tónlist það sem ég ligg yfir og hluti af ekki bara rap heldur, reggae og R&B og rockers og rocksteady og ska og soul og funk og svona og þannig ég var alltaf áhugasamur það þegar ég svona skynja alveg svona, þú veist að menn væpa alveg svona að einhver syngi svolítið á svörtum nótum sko. Þú veist, og ég heyri þetta lag, ég bara, þú veist, þetta er alveg pop og allt það, en ég bara, þetta er geðið lag og rellaðist líka algjörðu snillingar og svo kynnust við og hann kemur náttúrulega í allavega 2 lög á plötunni minni fullorðins, kemur í gang mér minna þessi 2 lög hann að við kynnust gegnum tónlistarsamstarf og síðan náttúrulega bara fer hann bara á fullt sving skilur og bara og kemur fleiri og fleiri bara vinsæl lög og ég, þú veist, og það var alveg svona, þú veist svona í mínum geira voru bara hvaða sultu hundur þetta bara, hvað bolludagur þú veist og ég er svo gaman af alls konar mannskap Frikki mér þykir vænt hann sko mér þetta geggjar og ég, þú veist, ég er ekkert það er ekkert að segja mér hverjum ég á að hanga með þannig að við Frikki sko höfum hangið mikið saman gegnum tíðina fyrst og fremst náttúrulega gegnum tónlistina við höfum túrar og svona mikið saman og unnið saman tónlist og svona og og þú veist og Frikki, hann er svo góðu strákur sko ég er alveg góð gaur sko en ég er villigrís þannig að það var úrslega fyndi og grei hann allt kjafta sem hann hefur þetta umbera með einn blindfullan rappara hana einhver staðar, skíti í sig staðar eitthvað. Var hann alltaf við stýrið eða? Já, ég held að ég hef nú aldrei reynt að taka það á mig sko en við vorum líka að fljúa mikið saman og svona, ég held að við höfum alveg við höfum alveg drukkið saman Frikki fær sig alveg en ég held að svona hlutullin hafi verið, ef ég var að kannski klára eina hafa hann klub 7 þá var hann kannski mögulega að ná að botna þú veist einn Viking Light skilu og þá var hann bara ég var svo væld maður er býð með svimar eitthvað hann er engin drikkið maður skilu en þú veist, en hann er miklu fyndnari heldur en mönnum grunnar og svona þú veist, það er búið að vera, við erum búin að hlæja á okkur raskatið yfir alls konar þvætning sko og það sem ég bara hef verið að leggja á hann, ég bara sorry sonur sæll, bara sorry sonur og hann eitthvað að sofa eitthvað við saman í herbyggi og bara eitthvað allt annað í gangi í herbygginu heldur en að við að fara að sofa eða þú veist, hann einhvern veginn með kottan yfir hausnum og það er kannski bara eitthvað kynlíf í gangi eða eitthvað stífdrykja eða bara fullt af fólki eitthvað veist, en hann hefur alltaf einhvern veginn haft séða jákvæða, því við erum að tala alltaf að sjá jákvæða aðstæðum, hann er aldrei röflað þú veist, það er ekki mér rosalega þakklátt sko. Frikki er alltaf þú getur svona vaðið yfir fólk og þau hvart ekki að yfir því nei sko, hann veit að það koma hlutur á móti sko já. Veist, ég hef alltaf, Frikki er alltaf veist, ég er alltaf til í að hitta hann og vera með hann og spila með hann og eitthvað svona þú veist, ef hann væri alltaf eitthvað röfla sko, þú veist
en svo það líka það, ég held hann hafi bara svona, hún líður bara vel ef aðrir að skemmta sér svolítið. Ég til mis myndi ekki setja vaði við fólk því að Nei, ég var bara eitthvað að skjóta sko. Ég til mis, það ekki, þú veist, ef þú ert að spila út á landi til mis og ert í ykkur herbergi, ég myndi aldrei gera þá kröfu að það sé ekki gaman, skilur, bara banna að hafa gaman allt í því. Þú veist, ég myndi bara þá bara reyna, þú veist, ég meina, ég náttúrulega, ef það þannig ég þarf að vakna daginn eftir og blá og spila eitthvað annar stað eða eitthvað, þú veist, þá náttúrulega bara ég bara einn í herbergi, skilur. Frikki held ég hafa bara haft mjög gaman, ég held að svona 98% af öllu svona sykki og kynlífi og glussi sem að Frikki hefur upplifað það bara gegnum mig sko. Ég veit að hann er alltaf búin að eiga, hann er alltaf búin að stunda kynn mig 4 sinum, hann ekki 4 börn núna, hann er eitthvað 3. Ég held að 4 var nei, 3. Já, en restin er bara á mér sko. Já, ok. En var þetta eitthvað svona father-son dæmi? Ég meina, þú ert hann er hvað 12 ára milli ykkar eða? Já, en sko maður auðvitað það þannig að því ég náttúrulega búin að vera í bransanum bara pró síðan 2000 og þú veist, og þessi strákar skilur, þú veist, sem að ég náttúrulega svona kótsað og tekið að mér og þú veist bara og peppa, hann náttúrulega, ég kenni ekkit Frikka að syngja, skilur, en hann er að koma og fara með mér á svið og hann er að hita upp og allt þetta og þú veist, og ég er náttúrulega og er eldri og reyndari, ekki bara í bransanum heldur líka bara í bara í lífinu. Já. Þannig að ég held að ég held að það sé alltaf smá þannig, ég meina það, þú veist, ég hafði ekkert svona í mínum bransa, það var engin, þú veist, skilurðu, að hluta til náttúrulega bara í að skapa tónlistina, þá náttúrulega að Cesar A, eldri bróðir minn, en liðið sem að, þú veist, það er engin stór rappari sem ég get fyllt, sem getur kent mér á lífið. Einmitt. Skilurðu. Þannig að ég þarf svo mikið að læra það sjálfur, en ég er alltaf geða tilbúin í að hjálpa öllum sem að, sko, fyrst og fremst sem eru í mínum geira með hlutina, því ég er búin að gera, ég er eins og Páll Óskar, ég er búin að gera mistökin en læra þeim, sko. Því að þú veist, og það er líka eitt lærdómur sem ég hef alltaf sagt við alla sem að ég hef verið að peppa, þú veist, þetta er sko, þú veist, þetta er alltaf algjöru talent, en þetta eru menn sem koma nýr inn í bransan, Gauti og Hnetusmjör og svona, þú veist, að maður aldrei að hræddu við að gera mistökin, en þú verður alltaf að læra þeim, sko. Þú veist, þannig að þetta og fleira, svona, þú veist, ég er, þú veist, foreldrar mín eru kennarar, þú veist, mér finnst útla gaman að gefa af mér eitthvað sem að kemur einhverjum mögulega að gagni, sko. Já, einmitt. En sko, þú veist, og við vorum aðeins að ræða áður en að við byrjum að taka upp, að bara að halda svona lengi inn í bransanum er líka bara mjög fjárhagslega áskorun og bara að þú getir bara að haga seglum eftir vindi og kunna bara svona fara einhvern veginn bara með því að ákveða að lifa á listinni. Já. Ég meina, af hverju heldur að þér hafi tekist það hingað til? Ég held að upp á allt saman, þá náttúrulega er ég listamaður, þannig að ég geri bara það sem mér sýnist en það er ekki nóg, sko. Nei, nákvæmlega, en Megas talaði sko, ég geri bara það sem mér langar, stundum rýmar það við almenning, skilur mig. Copacabana-platan, gullplatan sem við vorum að tala um á hann, 20-lega plata eitthvað. Já, hún er löngum. Já, helmingurinn af lögunum eru lögin sem voru á öllum topplistum bara, þú veist, 2 ári, ég man ekki hvað það var lengi í toppalistana. Hin lögin eru lög sem að minn hópur elskar mig fyrir, lög sem að voru ekkert á nefnir vinstæðalistum, voru ekkert spil í útvarpi, sem eru, og harkjarna lög út frá að ég fyrir djúft í bara mjög viðkvæm málefni, skilur, eða tala um samfélagslega málefni, eða tala um tilfinningarlega málefni, skilur, eitthvað hluti sem að svona er eitthvað sem að liðið vill ekkert endilega heyra, eða þú veist, sem er ekkert svona klassíst spilað bara klokkan 9 morgunin þegar þú ert að keyra í vinnuna, þú veist, eins og lagið Fullorðins sem ég gerum með Frikka allir Frikadór að þarna ertu með harðan kjarnað, fólk sem eldi bara poppið, poppar eru gullfiskar, þetta er bara Alzheimer,
þetta allsamar geiri þú veist, það ástæð fyrir að menn koma inn og dett út veist, ef þeir ekki að grænda veist, það rosa mikið lotteri hverjir komi inn og eru vinsaleg popparar og haldast inni það brjáluð barátta og það brjáluð, bara eins og Helgi Björns var eitthvað að segja við mig að þú veist, þetta bara svona hann sagði, þetta sviti sko. Þetta svona kaldu sviti og ég náttúrulega, ég var drull sama því ég hef aldrei hugsað út frá einhverju popdóti en það hefur bara gerst þannig af því ég alþýðumaður og af því ég að detta í það með sjómönnum og iðnaðarmönnum og alvöru mannskap skilurðu, þá það náttúrulega að sko inspirasjónin kemur úr þessum jarfi þegar ég að glussi í mig þá þetta glussi sem að menn tengja við þegar ég að þefa einhverjum píum og svona, þetta þessi jarðvögu skilur, það engin líst betur glussi og því að vera að þefa einhverjum vinkonum betur en ég í íslensku tónlist, hann má einhver nefna einhvern, en ég með svo langan katalóg af að hafa toppað aðra í því að segja frá því, en þá spilar ég mitt inn í að mikið af þeim sem að byrjuði og gerði það mjög vel, þeir enduði meðferð sko, af því þeir tók ekki 3 mánuði á ári í að vera það rosa margir sem að byrja að vera ógeðslega flottir í að lýsa þessum veruleika en þetta vagnunum að því að það mjög auðvelt að enda með ræpuna og vera með bara fulla bleiu af linum skilurðu í mínum bransa og þess vegna hefði þú kannski verið til í einhvern smá svona mentor til þess aðeins að segja bara hei, þú veist, ok, nú gengur vel en pössum þetta hérna og þá getur þetta hérna gerst og... Ég meina, þú veist, ég geri þessi mistök, þú veist vera handtekinn blind fullu fyrir að hafa smána alveg sendir og það alls konar mistök sem ég geri, ég læri af þessu öllu þú veist, og ég samt lít úrslega mikið upp til, af því ég get ekki hort upp til rappar kannski, en að vera rappar ekki bara það að rappa, það þú veist, það alltaf líka að vera í skemmtunarbransanum og ég hef til mér alltaf fengið þótt mjög merkilegt hvernig Páll Óskar hefur gert þetta hann gæði sem ég hef lært, ég hef fylgst með honum og ég hef talað við hann alls konar hluti þú veist, það eru fleiri sem að hafa geta kent með Egill Ólafs, nú náttúrulega nýja lagi með Slaggi Babara með Agli Ólafs Já, það ótrúlegt collab þið tveir hendið ykkur saman Já, það jaxlar sem að þarna alltaf og þú veist, muna sinna þessu sko þú veist, það innkoma en það líka aðalatrið ástæð fyrir við fórum allir í þetta til að byrja með var það að við erum listamenn og þurfum að skapa ég hefði, sko, hlutnið að fara öðru það geti vel verið að ég hef verið skítblankur tannlaus listamaður að djöflast, ég var þá allavega að finna ánægunu í því að skapa sko. En hefur aldrei, segjum, ok, og þú nærð allavega að koma upp þannig ramma bara þú ert að skapa og það gengur vel, þú getur lifað af því en upplifur aldrei bara fuck, þetta ekki lengur skemmtilegt Jú, ég held svona 2003 fæi það kemur það augnablik sko. Það áður en þú fer til Svíþjóðar Já, þá í raun og veru ætla ég bara að hætta í skemmtunarbransanum Ok og ég fer í raun og veru bara í... Sko, þú segir skemmtunarbransanum, er það bara tónlistina? Já, að því að þú veist... Já, tónlistin og Johnny Nash og eitthvað svona Já, að því ég var í sjónvarpi, útvarpi, tónlist Ég er listamaður og skemmtikraftur ég er í þessu öllu, ég veislustýri mjög mikið og ég geri alls konar þú veist með, skilurðu en og þá fer ég nú bara, ég bara svona komið gott, þá ég búin að vera bara í massífri kistlu, þú veist, 2 sjónvarpserjur og á öðru leiti líki sjónvarpi í útvarpi, tónlist þú veist, plata, gullplata allt þetta dæmi, þetta var og ég hugsaði, ég var búin að sigra á öllum vígstöðum en ég var alltaf búin að upplifa það sem maður bara svona, djöfull var þetta gott ég tók við þessum velunum bara svona eins og ég var bara að fá tilbaka bara í bakari þú veist, og ég hugsaði bara ég er búin að sigra þetta allt hérna en ég upplifiði aldrei eitthvað svona augnablikið sem er bara, wow, hvað þetta er góð tilfinning, hafa haft svona mikið fyrir ykkur og hérna eru launin, skilur þannig ég hugsaði bara, ef þessi bransi er svona, skilur þá að þetta er rosalega mikið vinna, rosalega mikið hraða á þessu öllu og maður er á fullu og maður upplifir ekkert skilur þessa sigra sem að þú veist sem að svona hafa gert eins vel og maður getur mögulega gert úr því sem maður gerir og samt er maður ekkert að finna svona eins og þú klárar þú veist, góða æfingu og syndir 1,5 kílómetri, eitthvað sem ég gerir mitt núna svolítið
að bara svona finna bara adrenalín, nei, ekki adrenalín heldur endorfíni kom inn sko og ég veist að bara þetta, ég nenni sig ekki og þú veist Býtu, ok, þannig að þú voru að taka sundið þarna og finnur endorfínið, það tilfinning sem mást ekki að finna í tónlistardæminu þannig að þú fékkst meira út úr sundferð heldur en að búa til taka móti edduvelunum eða whatever og líka það var drukkið rosa mikið og stíft sko og og þá náttúrulega tekur tilfinningin af áfengjum tekur allar aðra tilfinningar yfir skilur þú veist prófaði að synda 1 kílómetr og svo bara þegar þú byrjar á senastu 500 metrunum þá klárar þú rómflösku það sem þú mun finna ekki endorfínið eða þú veist það sem þú færði að var hreyfti heldur áfengisvíman skilur ég held að það spila svolítið inn í við vorum glussaðir skilur þannig að ég fer bara í pásu frá bransanum 2003 En áfenginu? Mjög mikið líka, ég eignast bara kærustu og við byggum bara saman bara með smáhund og ég fór í skóla í Svíþjóð og við fluttum til Kína og ég fór í markmöðunarskólan, kláraði markmöðunarskólan ég ætlaði bara að gera eitthvað allt annað sko Mitt, en sko út af þessi tilfinning að finna þetta mjög áhugavert þetta með verðlaunin og svona finnur einhvern tímann þessa tilfinningu núna bara restin í lífinu? Af því ég er búinn að það er eins og gott þegar maður tekur pásu þá sér maður þetta allt upp á nýtt skilur og sér maður þetta þannig að það er engin tilfinning betri í öllu mínu lífi fyrir utan náttúrulega það eru tilfinningar tengda náttúrulega fjölskyldu og vinum og allt þetta en ég er að tala um eitthvað sem ég get gert bara einn skilur þegar ég klára gig og sérstaklega ef þetta er svona gig sem að tek svona, kannski meira en bara eitthvað 1 eða 2 lög en samt sko þarf ekki að vera mörg lög tilfinningin mér skortir ekkert og fólk veit að sem að er að gigga mikið með mér og svona eftir gig þá vil ég oft bara fara alveg bara heim og ég er ekki svona sem vilja að fara á barinn eftir gig alls ekki, þá finn ég velliðanana af því sem ég var að gera fullkomlega náttúrulegt og allt holdt við það þá vil ég ekkert, mér langar ekkert í nikotín mér langar ekkert í áfengi ég myndi alveg svona láta ég með laukin eða eitthvað en ég er ekkert einhvern veginn að harka til að láta það gerast, skilur mig Veitu hvað breyttist? Af því að maður byrjar að sjá þú veist, að hafa ekki svakalega hraða sem er svo mikið í skemmtunarbransunum að njóta sigrana, skilur og það var bara sem vantaði að klára geðveitt gig þar sem að bara þú ert bara með hundruði eða þúsundir syngjandi bara textaðan og bara aldrei klikka gig þú veist, þá áttu ekki og nú fólk að passa sig á því að sko, þú veist ég er ekki sko það get gaman að klussa en þarna myndi ég segja að veljan er svo mikil og svona setjast niður og ekki þú veist nú hljóma ég bara eins og sé að svíkja það eru örgulega, nú einhverju vinir mínu sjóar að bara, hvað það segja okkur að við erum ekki að fá okkur bara, þú veist það er hluti að því skilur að þú deyfir þig svolítið náttúrulega áfengi deyfir þig svolítið og ert að breyta þig hans núna, bara teklunin á gig og svona, ferðið minna og já, ég meina, þú veist, núna þú veist ég er búin að fatta og þú veist, ég ætla ekki að segja þessi neinn mistök að hafa ég líti ekki á það þannig, ég er ekkert neikvæður, þetta var bara geggja tímabil þar sem ég var bara að bleysa alveg í 3 ár skilur og veist, en ég myndi segja að það er miklu betra að taka þessu hlut og njóta þær alveg þú veist, eins og ég segi þegar ég kem af giggi og núna er ég náttúrulega alltaf með Blaffin í að rappatni mitt, fólk hægt að tjekka á Blaffa og hann er náttúrulega bara edrú þú veist, alveg edrú, þannig að við förum mjög oft heim bara eftir gig og erum bara notalegir skilur ég vil ekkert endilega að fara bara þú veist, að fara strax bara á galeðina það er til mér eitt sem að lætur mann njóta augnabliksins að sleppa því skilur eftir partíin og svona Þetta er þroskað, erum við saman það? Já, að því að þú veist, að gera mistök og læra en það er stærsti svona, parturinn af því að þroskast, sko ég þroskast alveg hægt, sko en ég þroskast rosalega svona ákveði vegna þess að ég vil rosalega mikið gera mistökin
eða gera rétt eða rámt sjálfur og læra þannig af því sko. Þannig að ég er tímis, þú veist, eins og núna þú veist, bara þegar ég fæ velunin sem ég fekk fyrir Copacabana, þú veist, þá var ég náði alveg að skoða og þú veist, hitt var bara fleygði bara í bakpokan með hinum velunum skilur þú veist, núna er ég búin að læra svona aðeins að fatta að það er ókosti við skemmtunarbransan, en það eru fullt af kostum líka, þá verður þú líka að passa að þú veist að upplifa að fullu leiti kostina sko. Já, sérst ekki að horfa á þetta bara sem eitthvað rúlustöð, bara næsta skref, áfram. Já. Og það er líka sko ástæð fyrir því að margir sem komin í skemmtunarbransan þeir bara keyra yfir sig, skilur þeir bara dett út, þú veist, og þeir missa bara tengslin við sköpunina til dæmis, og það er líka mjög mikilvægt að þú alltaf hafi gaman af að, þú veist, ef ég hef ekki gaman að því sem ég gera, myndi ekki gera neitt af þessu tónlist eða hvað nú er, sjónvarp eða hvað er, það verður alltaf að vera gaman nummer 1, peningurinn nummer 2 og ég held nefnilega, eins og í mínu tilfelli, að þegar þú gerir þetta svona, þá er það mínu upplifun að fólk skynjar að þú hafir í alveg náttúrulega gaman að þessu. Mér er skítsama hvaða pulsu gigg ég er að taka, mér finnst það gaman. Ég er búin að taka þessi lög milljónsunum, mér finnst það samt gaman. Ég er að horfa á viðbröðin, ég er að horfa á hvernig fólk dansa við þetta, þú veist, þetta er alltaf gaman. Þú veist, en svo í COVID, ég meina að þú veist, þá eru sum giggin eitthvað bara 10 manns í einhverjum skál, einhverjum skíðask, einhverjum sumabústað, eitthvað kjaftaði, og það er bara alveg gaman eins og ef ég er að spila bara fyrir 20.000 bara fiskitar á Dalvík eða þjóðatíð, skilur, mér finnst þetta ekki að gaman. Einmitt. Þannig að það held ég að sjáist svolítið, það sést svolítið hverju hafa gaman að því, og ég hef alla mína tíð, þá hef ég fylgst gett vel með svona betrum listamönnum sem að einhvern veginn líður bara ekkert vel og bara fengu ekki úr þessu það sem að þeir héldu, og ég hefði mögulega alveg geta farið þá leið ef ég hefði ekki stoppað þarna, en ég náttúrulega kem líka af rosalega góðu fólki, á stórkostlega systkini og foreldra, og þú veist, mamma er alltaf eitthvað að fylgjast með og svona tjekka og svona, já, ég erpi minn, ekki núna viltu ekki núna kannski aðeins að hvíla Bakkus, hún talar alltaf Bakkus sko, sem var alltaf svona áfengis svona fulltrú áfengisins í rómversku fjölgyðistrúabröðunum. Já, gildi slaðið á sko. Já, er ekki hvíla hans Bakkus og svona, veist, ég held að veist, ef ég hefði ekki foreldrana mína þá væri ég bara einhvers staðar, ég er alltaf gamla skólum. En byrjuðu rebelið sem þú ert, hlýður þú samt mömmu og pappa? Sko, þetta er bara eins og ég sá, það var ógeðslega flott, það voru grískir anarkistar búin að vera í svakalegum götupartum út af einhverjum engavæðingu eða einhverju ógeði sko, sem að það var búin að vera svaka götupartar og svo var eitt veggurinn og þá hafa búin að skrifa á hann eitthvað, þetta var Chile, já, þetta var gegn hægri stjórninni í Chile, þá hafa búin að skrifa þú veist, eitthvað við, þú veist no masters eða eitthvað svona sem er svona klassískt anarkistaslagur nema mamma, skilur þú veist bara, það ræður enginn yfir mér nema mamma, skilur og mér fannst þetta, ég myndi næst í láta flúra þetta á mig, sko, en ég hlýði alveg pappa líka, en hann er náttúrulega mamma er meira svona alltaf svona, pappi er svona treysti mig svolítið svona til þess að mamma svona er ennþá alltaf aða mig upp, sko, enda ég er bara 20, það er ígjur að segja ég sé orðin 25 ára, ég er ennþá að bullu kollast, skilur þarna komum við aftur að því að eða tími í það sem er gaman og vera snöggir að því sem er leðilegt að þú veist, það er rosa margt sem er alltaf skemmtilegt bull sem ég mun aldrei hætta að gera sko, þannig að og það er kannski sömuleyti þá er maður ekkert að pæla í því hvort þetta sé gáðilegt eða ekki, en maður verður með sumar hluti alveg á hreinu sko þú veist, til dæmis allt sem hefur að gera með peninga, þú enda bara með ræpu ef að þú passar þig ekki á því bara liða að kaupa ykkur hlutabrif og fara á hausinn og skýta í sig og þú veist, það er mikið mistökur sem þú gert með það, þá ætti að vera með það alveg á hreinu, en síðan alls konar fíblæti bara svona sem að hafa að gera með að vera á galiðinu og svona sem eru bara fyndnir svona óþróskaði hluti til að gera sko. Finnst þið skemmtilegt að vera með, þú veist, ég nefndi þarna Frikka, þú nefndi Blaffa, þú nefndi líka Árna herra Hnetusmjör. Já.
Er það líka partur af bara stemmingur fyrir þig? Er ekki líka bara nokkuð gefandi að vera með eitthvað svona gæja sem eru að kíkja inn í bransan og fyrir þig að vera aðeins að, leggja línunar? Jú, þetta er líka það sem er náttúrulega, þetta er svo geðveikt í listamannageiranum. Allt fólk er spennandi og skemmtilegt. Já. Og það skiptir einhver máli á hvað aldrei það getur verið vanþroska að þessu leiti eða hinu eða gamaldags að þessu eða er komin í eldri, en þú finnur allar þessar perlur og allar þessar demanta bara hjá, ég hef aldrei ég hangi oft bara með 60 liði, ég hef verið að glussa með bara Sigurði Guðmundsinni, ég veit ekki hvað hann er gamall, skilurðu, en það er ekkert minna skemmtilegt heldur en bara að vera bara að úlingafyllir með Átmann Hettusmör eins og áður en að hann var edrú, skilurðu. Einmitt. Mér finnst þetta allt, skilurðu. Og núna bara með Agli Ólafs að búa til einhverja tónlist og Raggi Bjarnar náttúrulega drekkur ekki, en hann er hann var algjört partífés, skilur hann var aldrei leið, skilur að vera, það er geðið gaman að vera með skemmtilegu fólki, mér drull sama allt annað heldur en bara hvort sem skemmtilegt, sem ég segi, aldur eða þjóðerni eða kynþáttur eða kynhneigð eða allt þetta bull sem að fólk er alltaf sjálft að kljúfa sig frá hvort öðru, það er bara bull, skilur, en eins og ég segi náttúrulega, maður það bara muna alltaf að, hvað rammi liggur, sko og passar það, þá frelsið er alveg háðið að það sé ákveðin rammi, einfaldur rammi, þú vilt að sé stjórnarskrá, ekki endalausir lagabálkar, þannig á allur heimurinn að vera bara út frá trausti og svona, þannig að þú upplifir þetta að finna að vera áhyggjulaus að lifa frelsið er þegar þú ert búin að átta þig á að þú sért ekki að stíga neinum á tær nema náttúrulega þetta séu eitthvað valdafólk, það má náttúrulega bara hoppa á tánum á ríkalið og svona og þeir eru löngu búin að venjast, þeir eru löngu búin að átta sig að þú breytir ekkit Pappadón Blas þar, sko, ég er hoppað á tánum á valdafólki og það er bara gaman, ég dansa fucking skottis á tánum á peningafólki og valdafólki og þeir verða bara fucking sætt að segja við það, en fattar það mig að það sem ég alltaf að segja, maður er alltaf að átta sig á svona stöðu sinni og ég er núna senastu ábúin og maður er úrslega mikið búin að vera að fylgjast með umræðanum varandi forréttindastöðu sem að maður er í, þótt að við pælum ekkert í því og maður getur verið að misbeita sínum forréttindum á þess að fatta, gagvart, ég meina bara ég vil prófa að fara gegnum flugvöll sem hvítur kallmaður, við pælum ekkert í því en líkurnar á að þú sért stoppaður, skilurðu frammi fyrir múslima eða blökkumanni eða eitthvað, það eru tveir heimar, sko þannig að þegar maður svona aðeins átt að sá öllu þessu, þá getur þú bara verið gjörsanlega snar eða bleisaður og belaður og bara með drasli úti, bara pöngin úti og bara, geðheimlaður, sko. Á hvaða tímapunkti mætti þú ekki, hvar er þú komin úr karakter? Hvað er þú búin að missa bara þína fylgjendur eins og þú ert tala auðmenn og eitthvað svona, á hvaða tímapunkti mátt þú græða bara eins mikið pening og þú vilt á því að vera tónlistarmaður eða myndir þú þá vera grafendan sjálfur í því sem úr að tala? Nei, að því hver býr til peningin? Ég, bara eins og Tónumann Tannan sagði bara, who put this together? Me, that's who. Skilurðu, kapitalisti vinnur ekki shit, hann er með 1000 manna í vinnu við að hann sé ríkur. Skilur, jú, hann mætir kannski á skrifstofun og svona og upp og niður, stundum er það stundum hafa menn meira áhugjur og fara og leggja meira í það en þeir þurfa ekki að mæti vinnuna, þú þarft að mæti vinnuna, skilur, nú er svona tala svona heilt yfir, ef ég mæti ekki vinnuna þá gerist ekki neitt, skilur, það er bara eins og ef heilbrigðisstarfsfólkið í COVID mætir ekki vinnuna þá gerist ekki neitt, þá deyr fólk. Það sem ég er að segja er að ég er einyrki, þannig að innkoma mín er ég. Ef ég ætti Nike-versmið í Bangladesh þá er það mjög skýrt að þá er fólk má ekki míga, skilur, starfsfólki bara í Amazon, bara hjá Jeff Bezos
sem að má ekki fyrir verkefælagsfélag, má ekki fara skít borgað, þú veist, og ömuleg réttindi, það actually kapitalism sem viðbjóður, en það að eiga pening og hafa fyrir því sjálfur, það bara ekki neitt að því. Þess vegna til mér, ég alveg vini sem eiga peninga og eru skemmtilegir. Það yfirleitt fótboltamenn, það yfirleitt flugmenn eða sjómenn að koma heim á góðum túr. Ég alveg vini sem eiga fullt af peningar. Ég veit alveg að gæja sem nýkonur og Barentshafi eftir 3 mánuði, að hann búinn að hafa fyrir því. Allt til að menn eigi pening ef menn vinna fyrir því sjálfur. Ég ekkert að kaupa það einhver pappastrákur skilur, þú veist, sem fær bara allt upp í hendurna bara frá því hann krakki. Ég ekki að fara að samþykja það að ríkt lið sé einhvern veginn, að það sé bara svona eins og núna stemningin á Vesturlöndum, að þá hann búinn að hafa fyrir því. Ef þú búinn að hafa fyrir því, bara njóttu þess, skilur. Ég rosalega glaður þegar að menn á eigin elju eignast pening. Það hefur alltaf verið það sem að, þú veist, ég hef hugsað, skilur, afi minn var fáranlega, hann kemur að, báðar afa mínir, koma af ég kem á engum peningum, en annar afi minn, í móðurættina, hann vildi eiga svona fínlega, fallega, dýra hluti og hann vann alveg svo göltur fyrir því. Ég meina, hann ástæðan fyrir þetta sem kynnist Ragga Bjarna, því að afi var dyravörður niður á Iðnó og amma var að vinna á barnum. Nei. Og Raggi Bjarna var á sviðinu. Kynnist þið Ragga í gegnum þau? Já, ég hitti Ragga, þú veist, að hérna Rás 2 eitthvað, og þá fyrir við að spjalla. Og hann mann eftir afa, að afi var dyravörður og var svona, þú veist, var hraustu kall, hann var rosa góður og sangjart kall, hann var svona annálaður sem fínn og góður kall, og og hann kerði síðan leigubíl og þú veist, ég ætla ekki að vera snitsa á hann, en hann var líklega góðu bíl eins og það heitir, eins og slangið heitir. Já, er það ekki þegar þú ert með, það var kannski eitthvað í skottinu sem að var að græða. Já, einmitt, það var svona hægt að hringja á leigubíl og þetta ekki var. Nú kannski fæ ég að heyra það á næsta ættamóti, en þú veist, og hann já, núna óslega mikið fallegum hlutum frá honum sem að voru bara ríkt fólk átt á þessum tíma, Ray-Ban gleru frá 900 og þú veist bara 60 eða eitthvað kjaftaði í fínu standið það? Já, Ronson, já, því að gömlu Ray-Ban ég veit ekki með dag, en þú veist gamla dag, eða eitthvað kostaði meira þá endist það, svo í dag Louis Vuitton, þetta er bara að byrja að leysast upp og hann kemur út úr búðinni. Herru, það er staðreynd. Já, það er staðreynd. Þetta er bara synthetics, þetta er bara eitthvað plastdæmi. Já, en í gamla dag var það ofta ef eitthvað kostaði aðeins meiri pening þá var það vegna það endist, skilur við. En nú er kapitalistin búin að fatta það á ekki að vera þannig, þú átt bara að geta verið með þetta í kortir. Þú veist, ef gangverki í úrinu virkar, þá dettur ólinn út, skilur við. Þú veist, þannig að ég horfði svolítið til hans, en ekki, hann vann kannski aðeins of mikið. Þú veist, og hann var krati, hann var svona rauðkrati, og það inni bara svolítið líka þetta að þú veist, ef þú varst bara óslega duglegur, þá var svo mikil áhersla það, ef þú varst duglegur að ná þér í eitthvað, þá var það bara allt í fína lagi, menn að hann vann fyrir þessu, Kapitalismi snýst að láta aðra vinna fyrir sig. Það er þannig sem að ég legg svolítið svona einfalt á borðið munin, og það er alltaf verið að rugla því saman að einhver með ekki eða peningi, menn ef hann vinnur fyrir því, eins og sjóara vinni mínir, þeir eru búin að fokkin vera í alls konar aðstæðum, í alls konar sjó, lendi í alls konar slísum, eru með gallaða puttamaður og skurði á hausnum eftir ykkur brælur, skilur þú veist. Ég fatt alveg pointið en þú veist líka, ég meina, mér finnst alltaf lægi að fólki sé borga fyrir bara stærðin á vandamálunum sem við leysa og þú veist, ef þú ert tónlistarmaður og býr til lög, ég ætla að segja sjómaður, en þú veist, ég vil freka bara hvað vaði þig frekar þetta bara eitthvað sem að ég er í alvörin að vinna með honum, en þú veist, þú býr til lag og einhver hlustar á það versus tökum bara eitthvað mest basic dæmi heimi, Elon Musk ok, eða einhver verkfræðingur sem bara finnur lausnina á, þú veist, getur sett saman einhverja eldflög, whatever, það þarf samt að búa til teimi utan það og það er einhvern stjórnanda og einhvern visionary. Það er bara menn sem fara í brjála nám og geða eitthvað stúdíu og er búin að hafa fyrir læknir, hann er flóknustu lækna aðgerðarnar, verið að gera bara einhvern gæja sem er búin að vera í 50
15 ára eða eitthvað djöfulli sem eru lengstu námin eitthvað. Ég held að 15 ára sé bara frekar, síðan byrja starfsreynslan sko. Ég segi það, ég meina ef hann eignast pening, ég meina það er alveg það sama Já, en sko, við erum að tala um svona einyrkja pælinguna, þú veist, það verður líka bara til þess að eitthvað magna gerist bara svo eins og til dæmis bara til að vinna af því að fólk þú veist, keyri bensínbíla eða eitthvað og komaði með við í rafmagnsbíluna sem enda bara ennþá sökkað út af það sami námugröftur á bakið þessu öllu og allt önnur umræða en þú veist, þá þarf allavega einhvern svona struktúr og þú veist, gæinn sem á færibandinu hann mögulega bara ekki með hæfileikana sá sem uppi í skrifstofuvinnunni með Nei, og gæinn í skrifstofuvinnunni ekki með hæfileikana sem gæinn á færibandinu með Nákvæmlega Ef þú séð sko öflugasta fiskvinnslu fólkið fyrir vestan hvernig þau vinna fiskinn og sjóarar náttúrulega á frystitogurnu þeir náttúrulega að vinna fiskinn þetta eitthvað sem að gæna á skrifstofunni gæti ekki skilur mig og tala nú ekki við aðstæðarnar sem til dæmis sjómenn eru en ástæð fyrir að ég nefnir frekar fiskvinnslu í landi að það náttúrulega kaupið náttúrulega bara þvættingur í landi versus já, þú ert ekki á sjó en það er náttúrulega þannig að þú veist, við erum öll fárlega nöðsynleg, sástu bara þegar Efling var að berjast fyrir því að fólk sem þrif starfsfólk væri að fá eðlilega borgað skilur við, og þá það bara þrífa klósett, það er ekkert það er bara borga skít fyrir það en ég meina, hvað gerist ef að klósett er ekki fucking þrifið, skilur við ég meina, sveitafélögin voru bara nei, við viljum ekki hækka kaupið, þú veist sveitafélögin, þú veist, manni bæjastunni Kópavogi með 1,5 milljón gamli vestmanni bæjastjórinn, hann var bara stýrað einhverju 10 manna bæjarfélagi út á landi maður, eða hvað hver að gera það, hvað var fyrir bara einhverja meira en milljón á mánuði og svo gátur ekki borga fyrir fólk borga fólk í kaup fyrir það er 1 dagur, þá sér það ekki búin að þrífa þú veist, ég meina, ég man ekki sko, hvernig hvað þetta var fljótt að leysast en þú veist, þegar komin 4 bara bremsuför á klóstinans manna hérna upp í Hamraborg, skilur þá tekur hann eftir því að þetta nöðsynlegt nöðsynin en það er ekki ræða svona, þetta ómennta fólk og fólk sem að innflytjendur og konur sem að lenda mjög mikið bara í því algjörlega óháði hversu mikilvægt starfið að vera í skítakaupi borga skítakaup fyrir vinnuna sinna þú veist, þannig að þetta rosalega mikið misreiknað og þú veist rosa mikið af liði sem hafa fengið pening frá pappa af því að hann var ríkur og þeir geta fara á hausinn 10 sinnum en það skiptir einhver máli ef einhver fer í business sem kemur að fólki með engan pening þá fer hann á hausinn einu sinni og þá er balli búið, þá fer hann bara í fiskvinnsluna eða hvað hann nú skilur að þeir síðan loksins ná að reka eitthvað sæmilega og verða ríkir ekki síst á því að borga skítakaup og vera með bara þræla fólk út og færa störfin til landa það sem að bara ekkert borga eins og Bangladesh og þessu lönd skilur þú veist, ég ber enga virðingu sko en ekki þarna bara já, ok, ekki svo að sé eitthvað einlausn á þessu en þú veist, að fólk hafi þá tækifæri til þess að síðan, þú veist, mennta sig upp í það sem þið langar að gera eða ég veit ekki hvað þetta vera, hvað skerða ekkert menturinn sem að leysa þetta sko menntun skiptir náttúrulega mjög miklu máli en tækifæri sko, þetta kom einmitt punktur sem ég að segja ef þú fæðist á Arnarnesinu og þið langar að fara í business þá getur þú fara á hausinn geta oft af því að pappiðin með pening og tengsl ef þú fæðist skilurðu í Æsufellinu þá þarf þú að eignast fullt af startkapital hvar farið það? Sumir hafa selt landa, skilur en síðan líka bara mikið meiri áhætta í því að safna þessum pening, ég meina, þú veist, ef eitthvað fyrir úrskeiðis í því sem þú ætlar að gera, þá ert ekki með neitt undir þá erum við ekki með jöfn tækifæri sko. Nei, ég er að segja það, en er það ekki kapitalismin er svo mikið stéttskipting af því að þú getur bara verið, þú munt alltaf vera ríkur þú veist, ef þú fæðist í ríka fjölskyldu þá munt alltaf vera ríkur en ef þú fæðist annars staðar þá ert ekki með sömu tækifærin til þess að eignast pening þannig að þetta kerfi náttúrulega alveg minngallað og sem betur fyrir verklæðishreyfingin í Íslandi að verða öflugri og öflugri og það er rauninni lykillinn að þessu því að þú veist, einhverjir svona lið sem fyrir á Alþingi það virðist nú bara oft bara gleymast svona eftir nokkuð kjörtímabil
af hverju þeir fóru þarna inn til að byrja með sko. Þú veist, fattaru, þeir eiga kannski að fara inn til að passa upp á hagsmuni smábátasjómanna eða verkafólks eða eitthvað, þú veist, síðan bara eftir nokkur snúða boð á kaffistofinu í Alþingi og einhver eftirparti hjá Pétur Ben og Flötunum, þá bara einhvern veginn það horfið, skilur. Þú veist, þannig að það líka út af því að þessi stjætt, þessi embættismannastjætt, hún fer svolítið bara inn í sinn feeling, sko. Þeir eru bara í sínu fróðupartíum og geggjum launum, sko. Bara sitja í einhverju stjórnum og nefndum og bara landhelgisgæslan að fljúa á milli og það er bara, þú veist, það er bara síðan þig en og þá fara þeir og sinni stjætt, þeir koma kannski og ætla að sinna einhverju stjætt sem er komið upp en svo fattar ég er komin nýja stjætt og nú ætlum ég svolítið mikið bara að sjá til þess að við höfum það gott sem að ráða stjættin á Íslandi, skilju og þeir eru í dílingu við öll stórfyrirtækin sem að ráða Íslandi, Æslandi og kvótakongana og þá allt í henni er bara komin stjætt sem passa bara på sig þú veist, en verklæðsefingin hún er miklu nær tengdari þú veist, verkalýð þú veist, þannig tristi og það er ástæð fyrir að ég er svo mikil anarkisti þú veist, anarkosyndikalismi snýst óslega mikið það að aðalvaldið er fólkið í almenning, skilur. Þeim sem að finna til tefatsins þegar er erfitt í ári þá er alltaf þeir lægstleinustu sem finna mest fyrir því, skilur. En byrju, nú þú veist, þú ákveður að lifa á listinni og búið til tónlist og hefur ekki sótt listamannlegum. Hvað var að halda þér niðri? Halda mig niðri? Fannstu fyrir því að þið var ekki búið upp á einhver tækifæri? Bara, þú veist, já, að sjálfsög. Ég fór aldrei þá leið. Þú veist, þegar við komum fyrst ég og César bara með íslenskt rap, það var alveg bara nei, við erum ekki að leita eftir því eitthvað svona útgáfafyrirtækin og allt apparat kringum það var ekkert, við gerðum þetta sjálfur eins og platan hans Eyja og Césars heitir gerða það sjálfur, sko. En byrju, það er það sem ég er að segja, sko. Þú veist, þú bara tókst þetta í einn hendur, þú gerðir þetta sjálfur. Algjörlega. Og það er ekki að fara á hvern veginn sem er en ef þú farið inn í apparatinu og byrja að leipa pöngin á einhverju liði, þá er náttúrulega mjög auðvitað að leiða inn, skilur. En þú veist, vilt þú þá ekki berjast fyrir einhverju verkalýðsbaráttu tónlistamanna eða, þú veist, að berjast fyrir hærri listamannalaunum eða? Ég er náttúrulega er í FTT og stef og svona en það er náttúrulega mjög gott fólk svona, það eru góða mannesku sem eru að gera það mjög vel og svona ég held að ég sé bestur í að frekar hann að sitja í einhverjum nefndum ég hef alveg gert það og ég mun alveg gera það en ég mér finnst miklu betra að vera svona á svona þessum heimisbyggilu nótum hvað þetta var Það að tala þetta Já, því að þú veist með listamannlaun, ég meina mér finnst það verða að listamannlaun en síðan náttúrulega er þetta rosalega mikið sama gengi sem er að fá þetta alltaf aftur og ekki endilega mest spennandi dótið þú veist, skilur, ef þú ert að skrifa ykkur að reyfara og eitthvað svona Já, neða þú ert líka að gera eitthvað dæmi sem að rýmar ekki við í þjóðfélagi eins og þú veist að segja á það samt, þú veist að þá fær það ekki listamannlaun þeir sem eru mest progressive og mest bara því nú les ég mikið bækur til dæmis ég er ekki að sjá það, sko og ég er ekki að sjá að þeir sem koma nýjir og feskir inn séu að fá listamannlaun ég er að sjá svolítið mikið bara svona landslið ár eftir ár sama liði sem er að fá þetta og svo er eitthvað svona heiðuslistalögn, sko, eitthvað smá svo stemming og ég meina að þú veist, auðvitað er allt þetta ég meina til dæmis hvernig stendur á því ég er búin að fá örugglega öll tónlistaverðlaun bara sem hafa verið gefin á Íslandi en til dæmis þú veist, ég César á Rottvæli við íslenskum rapsennina og það hefur áhrif langt út fyrir, fólk gerir sér ekki grein fyrir hvernig það var í tónlist á Íslandi allir ætlaði að meika erlendis og syngja ensku og það smitast langt út fyrir rappið bara tónlistasennan verður bara íslensk á íslensku af hverju er Jónsson Hallgrímsson velunin af hverju höfum við aldrei fengið þau, sko það er rapparar já, það er nú einhverju rapparar Reykjavík dætur fengu
eitt skipti Nú? og þú veist, nú er ég er ekki að fara að vera ennitt sem er að væli yfir, mér er drull sama skilur, en það er allt rangt við það er svo mikið listamannastjettin er líka alveg með sína klíku alveg eins og stjórnmálastjettin og businessstjettin, þetta er rosalega óþolandi sko. Þannig að ef við hefum komið fram bara með rapp á íslensku og allt það sem við vorum að gera maður hefði þetta sporðrenna sko svo mörgum kílómetrum af tetling til þess að fara þá leið inn í bransan við skemmum það þú veist, og þannig er allstað það sem er með valda fólk sko. Það skiptir engum mál hvað það er þeir sem hafa ómikil völd fólk misbeiti því sko. Já, svo lengi sem þetta er ekki verkalýðshreyfing Já, ég meina, ef það er ekki gagnsæi þau með að vera með völdin Já, svo lengi sem það er algjört gagnsæi við sjáum alveg hvernig er fylst brjálað með öllu sem gerist leið og verklæðsleitu að vera róttækir og ætla að gera eitthvað sem breyti því sem mun breyta sem mun færa völd til þeirra sem hafa engin völd þú veist, þá eru fjölmiðlarnir geðveitt að gagga þú veist, við sjáum það bara núna með Vaffer og Eflingu en þú veist, á meðan verklæðsleifingin var bara sko að bræða úr vöfflujöfninu á okkur kaffistofu það var ekkert vesinn þá voru bara, verklæðsleifingin svona var þetta voru bara möppudýr það skipti engu máli þú veist, þannig að þú veist gagnsæi náttúrulega er rosa mikið í höndunum af fjölmiðlum sko. Og þegar náttúrulega að þeir sem eiga peninga ráða fjölmiðlunum þá náttúrulega munu þeir passa upp á sína hagsmuni sko. Já, það er náttúrulega ótrúlegt hvað auðmenn sækist í að eiga miðla Já, absolutt, vegna þess að og þetta er svo fyndið, svo er bara eitthvað frjáls fjölmiðlun bara hvað er frjálst við það einhver kvóta ræpa kaupi fjölmiðl og tali vel sjálfan sig skilur veist, og við sjáum þetta trekk í trekk ég meina, þú veist ríkisútvarpið í lýðræðislegu samfélagi er stórkostleg hugmynd en þegar þú ert alltaf með stærstu flokkana sjálfstæðarflokkurinn er búin að anda niður hálsmálið á öllu sem hefur verið gert á fréttastofu RÚV og raða einhverjum sustitlingum sko bara stökkbrettið úr sus yfir í að vera fréttamaður hjá RÚV og þetta eru margir sem gæjum urðu síðan alveg góði fréttamenn en þú veist, sus var alltaf að raða inn þetta er bara svona svo þegar Davíð Oddsson, þegar Simmi Kastljósson tók viðtalið Davíð Oddsson hann í hruninu Davíð Oddsson hélt að hann var að fara að tala við einn af strákonum sínum sko einn af litlu titlingunum þetta er stöpbuxna strákur skilur, þetta er smjörkúkur úr Valhöll þú veist, og svo þegar Sigmar byrjaði að hegða sig svo fréttamaður þá var hann bara, já meiri segja sæmilegir menn eins og þú þeir eru með þessa hugmynd skilur fattar mig, þannig að það líka að stjórnmálaflokkur og sjálfstæðarflokkurinn geti raðað inn sínu mannskap til þess að sé aftur og þeir sjálfstæðarflokkurinn passur upp á ríkasta liðið og þeir passur upp á það sé ekki bara hjá ríkasta liðinu sem eiga fjölmiðla heldur eru þeir alltaf að krukka og fytla og hræra í fréttastefnu ríkisútvarpsins skilur mig þannig að þar erum við aftur með vanda, ég meina kjarnin og stundin er náttúrulega alvöru fjölmiðlar þú veist, en það er rosalega erfitt að vera með gagnsæi og eftirlit með valdinu þegar þú rífur kjaft þá enda þú bara að einhver löggupía á Akureyri bara, já, herri þið eru komið í yfirheyrslu, þú veist, nýjasta málið með fréttamennina sem er núna til yfirheyrslu út af því að það fannst þeim að dickpic í einhverjum síma hjá gæja sem var bara alveg innmúraða með sko, mestu kvótasvikur Íslandssöguna skilur þú veist, það er þjarmað að sko, leið og þú fer að skipta máli og fer að segja eitthvað hluti hátt bara eins og Assange gera á Vesturlöndum er ekkert frjáls fyrir raskat þú veist, að ákveðin hluti sem við höfum að því að það er svo mikið, að því að alþýða Evrópu er búin að gera marga byltingar og er svo mikið progressív lið í Evrópubúar eru almenningur í Evrópu og progressív lið í Evrópu er ástæðan fyrir öllu sem er gott en það er ekki eitt sem var gefið af valdamönnum, hvorki stórfyrirtækjum niður ríkisvaldi og leið og eitthvað kemur upp eitthvað krísa þá byrjar alltaf kapitalistarnir að hugsa hvernig getum við grætt sem mest á þessu og ríkisstjórnar hugsa hvernig getum við plokka sem mest vald af almenning við sjáum þetta bara í COVID
Við sjáum þetta bara í COVID, hvernig bara, það byrja nákvæmlega svona, hvernig getum við, Philip Morris skilur sem bara drepa milljónir af sígarettusölu, þeir eru strax byrjað að fjárfesta í einhverju COVID-dóti, skilur, og hræðslan, keyrt upp geðveik hræðsla, og ég er ekki að gera lítið úr COVID, ekki miskila mig, ég er bara að segja að vestrænir fjölmiðlar fara í massa COVID-hræðslu til þess að það þjóna tilgangnum, skilur, að selja allt drasli sem hefur verið selt, skilur, og bóluefnin eru hluti af því, þú veist, skilur, nú er ég alveg pro-vax, en ég er ekki pro-Janssen, höfum það á hreinu. Fyrstu það í þig, eða? Það var nú fyrsta sem að bóðið var einmitt Janssen, en það sem ég að segja er það að valda apparatinn sem eiga Vesturlönd og heiminn, þeir gera ekkert sem við, ef við erum ekki almenningur öflugur að berjast fyrir okkar réttindum, hvort sem eru okkar réttindi í krafti tekna sem bara verka fólk eða hvort sem eru bara réttindi sem snúa að því að við meðum ekki fara út í búð og kaupi matina því að við erum ekki 4 bólusett eins og sumstaðar í Þýskalandi, skilur mig, þetta er sama bara leið og eitthvað hryðjuverk þá náttúrulega er við allt í einu getur við ekki verið með naglaklippi í flugi, skilur mig, valdafólk er alltaf að reyna, það er ekki vinur okkar. Það er alltaf bara svona 1 centimetri einu, verið að íta bara hægt og rólega. Já, og þetta þarf fólk, núna öll fjölmiðlum eru alltaf svarthvít og sérstaklega, ekkert enda sérstaklega í Íslandi, þetta er bara svona rosalega mikið í okkar samfélagi, að það er alltaf svona að vera, skilur, það er sett bara upp eins og, annarkvort ert þú bara að dæla bara 5 bústernum af Janssen í barnið þitt, þá ertu óslega fínn, eða þá ertu og það eru röglutallinir öðrum megin, skilur, og vilja bara taka mannréttinda fólki sem að vill ekki dæla bara 5 bústerum í barnið sitt, og svo hinum megin ertu með eitthvað trúarofstakis, alls konar hægriöfga anti-vax abba sem trúar bara ekki á vísindi, einhvers staðar þarna á milli er massin af fólki, en fjölmiðlarnir setja þetta fram út frá eigin hagsmunum, þannig að annarkvæmst ertu bara anti-vax, þú veist, og mikið af stórum fjölmiðlum í Bandaríkjunum voru rosa mikið gegn bólusetningum og þá voru þeir bara þeir sem vildu bólusetningar voru í raun og veru bara hræðilegi fasistar, sama raun á hvað reynsiðir voru, en stóru fjölmiðlar sem hefðu hag af því og tengsl við bóluefna fyrirtæki og Big Pharma, þeir útmáluðu alla sína anstæðingar sem anti-vax geðsjúklinga. Fattar það mig? Þú veist, og þetta er svo pirrandi að því að ég er svo stoltræði þegar ég verið kallar öfgamaður, en bara daginn í dag þá er öfgatir eru sikkur með við mann. Já. Og maður á aldrei séns þetta á milli. Þú veist, þú fær bara út bara anti-vax, eða þá bara þú ert Bill Gates út að fara að chippa, þú veist, þvælan er ekki þarna, skilur, þú veist, þetta er það sama, ég meina, þú veist, bara öllum málefnum, skilur, þú veist, það er, og fjölmiðlarnir vinna ógeðslega mikið allt sitt svona, skilur. Já, og það er líka svona síður aðeins á mér eins og þú varst að tala hérna með þú veist, úr með eitthvað flokk og sjálfsögur náttúrulega sjálfstæðisflokkin og hann er fjármagnaður ríkinu og síðan ertu með eitthvað miðil sem er fjármagnaður ríkinu og sjálfstæðisflokkurinn með, þú veist, og þetta er alltaf bara svona, herru, ok, ég ætla bara setting out for myself og fer hérna bara og býti mína einn tónlist og ætla að lifa á því. Já. Og það er alltaf tekið smá úr vasanum þínum til þess að fjármagna helvitis ríkissjóð sem að fer síðan yfir í flokkana, sem að fer síðan yfir í fjölmiðluna sem fer yfir í fjölmiðluna, það er bara pælt í því, það er verið að ríkið er að halda upp í einkareknum fjölmiðlum, hversu mikið frjálshyggju pilsfalda kapitalista kjafta er það, þeir get ekki rekið fokkin fjölmiðl, þú ert fjölmiðl, skilur, þú getur rekið þitt, skilur. Þetta er líka, sko, það er ákveðin menning inn í, þú veist, lista, hvað segir maður, bara, þú veist, fjölmiðl, RÚV það vissulega, en líka bara, þú veist, dótið sem þetta er búið til sem er gjörsamlega ópólitískt og allt saman. Ég elska, sko, rosalega mikið öflugum hlutum hjá RÚV, Kveikur og Kastljós hefur mismönda áherslur, en það er, sko, stórkostlegir hlutir. RÚV hefur alltaf verið minn uppáhaldsfjölmiðl, okay. Skilurðu, svona af þessum stóru,
en það orðið helvíti erfitt þegar það ekki séns að gera neitt nema bara að litli frændi mig, kemur einhver skyrtunappa tappi maður, einhver slifsis slumma hérna á Arnónesinu, bara hann þarf að prófa að sjá fram eitthvað, skilur þú veist, hérna, það sko, kjarnin í prógraminu er frábær, skilur og menningarhlutverkið, það er ekkert sem ég vil meira heldur en að RÚV sé til, eins og menningarhlutverki allar upptökur af tónlist og myndböndum og allt svona, þeir sinnir svo ógeðslega vel, ég er bara að segja að þeir verða, hætta að vera með svona hrægammatn og valhöll gaggandi í sig það má ekki vera þannig að stjórnmálamenn séu bara með puttana, þú veist, bara alltaf þegar bara Helgi Seljan kemur bara út í bíl eftir vaktina, þú veist, bara eins og þú sér þetta fyrir svona eins og einhverju mynd, þá var allt í henni bara situr ykkur aftur í það var bara eitthvað Bjarni Ben það bara, já, hann ekki alveg sáttu við hérna, eða, eitthvað vinum þeirra í Samherji eða eitthvað bara, að mér varst nú þetta nú alveg óheyrður málflutningur, skilur við svona að vera naggast og djöflast, sko, af því að kapitalískir einkareknir fjölmiðlar, þeir sem eru stærstir, eru náttúrulega gæjar sem eru í beinni, og það getur enginn sagt neitt við þá, því að kapitalismi er ólíðræðislegasta sem þú getur ímyndaði vegna þess að það er enginn sem hefur kröfu á stórfyrirtæki. Þú getur ekki sagt shit, meiri segja í svona einhverjum einræði stjórnum þar sem ríkisvaldið er alltaf stort og svona, yfirleitt hafa það nú verið með einhvers konar stjórnarskrá eða einhver lög sem að þú veist, þótt að vera ekki kannski til að hlusta á það og fólk var að drepið að setja í fangilsi þegar það var að segja það, þá voru þið alltaf með eitthvað í höndun gagnvart stórfyrirtækjum og kapitalistum, þá hefur ekkert ég má þetta því ég á þetta, skilur. Þannig að þróunin er þú veist eins og ég segi, sko, svona, og þegar ég tala um anarkisma, þá er ég að ekki tala um að sparka í ljósastöðra, sko, þá er ég að tala um alveg anarkisma, bara Molotov-koktelar. Nei, þá er ég að tala um bara fræðin, skilur, sem eru Kropotkin og Proudhon og Bakunin og svona, þú veist, það er að verður alltaf að vantrista valdi, sko, en það þýðir ekki það að þú er ekki að valdi ekki að vera kannski, að vald með alveg safnast á eitt stað, en þá verður að vera algjört lýðræðislegt kontról á öllu sem gerist, skilur, algjört gagnsæi, og þá þurfa menn bara og þá er ekki til neitt sem heitir að setja notalega í sætinu sínu, þá þarf að vera bara svona ekstra, það þarf að vera ekstra mikið eftirlit með að menni hegði sig, sko. Þetta er ekki bara eins og að vera þú veist, að vinna í pulsuvagni, þú veist, skilur, þetta hefur svo mikið með allt okkar að gera, allt samfélagið og allan heiminn, skilur. Þú ert svona fáránlega pólitískur. Já, þetta er náttúrulega, ég er búin að stúdera þetta mikið og svona mjög áhuga á þessu, en hérna, já, er það ekki bara? Jú, ég held að, sko. Já, þú dróst mig út í þetta. Já, ég er ekki frá því að þú eru hallaðar aðeins í þessu oft líka sjálf. Ég var bara að bíða eftir stikkorn og ég geti byrjað að taka ræðun á Austurvelli. Ég skrifaði engar pólitískar spurningar niður fyrir þetta viðtal, sko. Nei, en þetta er allt samtengt. Nei, sko, allt lífið er það sama, skilur. Sama hvað þú ert í lífinu, að þú átt að fokki valdafólkið og þú átt ekki að fokki þeim sem að geta ekki vara sig. Það er bara eitthvað sem á við frá leikskólanum og alveg bara upp í alþjóðastjórnmál, skilur við. Þannig að það sem er kallað pólitík, nákvæmlega ykkur nefndar vinna það hvort það er verið að hraða hindrun ykkur staðar á hellu eða eitthvað. Það er eitthvað sem að ég er ekki að tala um. Ég er að tala um svona grunn prinsipin, og það verður alltaf minna og minna að tala þau, skilur mig. Þetta er meira að vera að tala bara á að fucking, þú veist, eitthvað svona sem að skiptir alveg máli, skilur við, en ég er ekki verið að pæla svo mikið í grunn prinsipunum, skilur við, hvernig að við getum öllum liðið vel, skilur við. Já, ég er alveg sagt. Sjöfell erum við búin að fara við það. Já, en við erum ekki svo búin að tala um nýja lagið. Segðu mér. Slagi Babarinn, við fórum aðeins inn út af Agli Ólafs. Já. Þegar þú varst að segja mér með hvíta skó. Já, hvíti skórmaður, alveg. Já. Þannig að nú ég byrði að viðtal við þig. Já, nei, ég var bara búin að gleyma þig mér, ég er bara komin í pólitíkina. Ég veit að ég þarf að passa mig á þess að það er svo gaman að tala, sko. Já, bara að ok, ég gerir náttúrulega Slagi Babarinn með sama liðinu. Þú veist að tala um hvíti skór,
það var bara eitthvað gamalt fólk bara á þínum snærum bara. Já, bara pabbi og litli bróður minn bara báðu þeir að væpa við þetta lag. Einmitt. En má ég spyrja þig áður en heldur áfram með hvíta skó, hérna takturinn. Þetta er ekkert, ég er ekki að fara að segja að þetta er stólið, en ég er að segja þetta er þetta er rhythm, það sem að gerist þetta er slangtang rhythm, það sem gerist það, aðeins að útskýra það nefnilega, að ég er að spila í brúðköpi og Hjálmar líka, þá kemur Kitty til mín og segir bara, herðu Erpur, Kitty Hjálmur, já. Ég er með geðveikan rhythm og við sem erum í reggae, dancehall, þú veist, sko, ég ætla ekki að segja í senunni, það er svo mikið, þannig senar svo mikið í Íslandi þannig, en við sem erum, þetta er tónlistin okkar, skiljum, að við veitum hvað rhythm er, það kemur eitthvað lag, rhythm er bara eins og rhythm, þetta er bara hérna, patwa, hvernig þú segir rhythm, að hérna, og það er einhver sem gerir eitthvað brjála lag yfir hennan rhythm, og leið og það gerist, þá fara allir að tjanta, syngja, rappa yfir þennan rhythm. Þannig að hann gengur gegnum milljón listamenn. Þú veist, bara þegar ég er að byrja að fara fullt í að hlusta á dancehall og alla þessa ragga sinnu, þá er Sima, who got the keys to my bimma, þú veist, það lag, sá taktur, leið það lagur og stórt, þá byrja allir aðrir að taka þann takt og gera sitt yfir hann. Þannig að þegar hann segir rhythm við mig, þá veit ég alveg, þetta er eitthvað sem einhver gerir gott með og við ættum að fara að vinna með hann. Þannig að en bara þekkist ekki á Íslandi eða skilur þú veist, það veit ekki eitthvað. Þetta er reggae dæmi. Já, nei, algjörlega og þú útskýrir þetta líka, þú fékkst eitthvað ásakanir í tengslum við þetta lag, eða ekki? Já, þú veist, það var sko lið sem leit þannig á það sko að sem fattar hvernig þetta er í þessari senu því að sko upprunalega slangtang ritmið frá því 1981 eða eitthvað. Hvað heitir það, segirðu? Slangtang. Og fólk skrifa það á YouTube og þá kemur bara endalist að hverju sitt með þessu. Akkurat, já. Þannig að það var geðvig keisla á því síðan kemur bara eitthvað nýr rhythm, þú veist, þannig að öll blokkpartíin og Jamaica og svona, þá eru bara komið nýja rhythm, skilur þannig að ég til minns hafði ekki heyrt þennan rhythm þegar að Kitty náttúrulega hann er svo mikið sko, hann er eitthvað breyniak, eða ekki? Hann er bara sturlaður, allt að gera með tónlist og græjur og svona og hann er með allar græjurna svona analóg eitthvað, hef ég heyrt já, og bara, þú veist, og alls konar effektatæki eins og í Slaka Babarnum nýja laginu, þá er áskiptrösti á einhverju brjálum effektatækjum kom alltaf bara svona auka hljóð eitthvað og þú veist, og þegar við vorum að taka upp Slaka Babarinn og líka hvíta skó, þá var hann að prófa mismunandi hljóðnema, þú veist, einhver Memphis hljóðnemi síðan 1950 sem að einhver Otis Redding er bara eitthvað alls konar lið söngi í sko og hann bara prófum hennan svo prófum hennan veist, allt svona þannig að og svo kemur lagið út og þá var einhver sem var búin að heyra einhver sem er greinlegt í reggae eða dancehall og veit ekkert hvað það snýst þá heyrði hann sama rhythm annars staðar og þá náttúrulega bara segi útskýr það, allt í lagi að fólk skilur, fyrir auðvitað það reyndar að hip-hop er rosalega mikið hip-hop sampla mjög mikið, en það betur ekki því að þú veist, það eru 2 mánuðir setna, þá rappar Snoop yfir slangtang rhythm sama á hvítu skóm, sko þannig ég var actually undan Snoop að gera slangtang rhythm þannig að og sko, mér fannst svo áhugavert þegar ég heyrði þetta og ég bara fattaði ekki að það væri menning fyrir þessu og ég hugsaði bara, þetta er stólið bara, og út frá bara ein heimsku, ég vissi ekki betur og síðan er eitthvað Beyoncé lag eitthvað Girls Run This World það er bara svona tommutraktur undir það er bara eitthvað svona rhythm sem bara búið að þannig að það voru allir eitthvað að expósa Beyoncé Major Lazer, akkurat Major Lazer komu inn og þeir hafa átt nokkur svona rhythm sem allir er að sæki í sko þetta er bara hefðin þetta er bara okkar kultúr en sorry, mér fannst það áhugavert, vildi skjóta sinn nei, ekkert sorry neitt, þetta er mjög áhugavert ég kom upp í koka þetta var frábært innkoma með þetta en þegar við gerum Slaka Babarinn þá náttúrulega spilum við allt bara inn frá grunni í stúdíónu þannig að það verður, við hugsaum kannski verður þetta reggae, kannski verður þetta eitthvað annað þannig að þetta er ekki svo mikið Hjálmar sound þetta er miklu meira svona Memphis Mafían að þetta fer yfir í grúfið miklu meira og þá var bara spilað inn í stúdíónu þá bara rappaði ég þetta fyrst inn og svo vorum við að flauta inn allt Hjálmar Memphis Mafíu bakkalúts gengið til að hlaða á lagið þangað til að við vorum bara þannig lagi komið sko.
veist. Og svo náttúrulega leið og var komin laglínan laglínan, ég náttúrulega var alltaf með ég kem slagandi inn með lavandi titlingin, þetta var komið þá bara spilað undir og stækkað, skilurðu, og Egill náttúrulega syngur bara þú veist, eins og engill, eins og fallin engill kannski í viðlaginu og síðan var bara hlaðið á þetta og tókum 2 sesjón og þá var bara lagið tilbúið sko. Og hann bara eitthvað með lavandi titlingin, já bara ég meina, þetta er bara listamar, stórkostlegur maður okay. Hann alveg, þið væpið alveg saman já, hann og pappir er félagar sko, ég kynntist hann þannig sko og þetta er bara listamaður sem að það myndi ekki væli við þessu, skilur að ef eitthvað er skemmtlegt og það er sniðut og hvað að tala lavandi titling hvað það er ekki þess að ég er bara að passa hversu formlegir menn eru sko. Já, nei, alls ekki, ég myndi aldrei nenn að vinna með eitthvað svona, sem var eitthvað væli við eitthvað svona nei. Og ég held að og það er bara leiðilegt sko. Ég meina öll bókmenntasagan og ljóðinu okkar og svona eitthvað liðir, eitthvað hafa áhyggjur af einhverju orðanótkun, skilur eitthvað svo þetta þá farið að vinna í banka sko. Það hefur ekkert að gera í þetta, skilur Já, þannig að þetta lag er komið út og þú ert vantilega að horfa til betri tíma með bara allan bransan Já, ótrúlega mikil hamingja sko, að því að þetta er búið að vera rosalega lélegt í COVID fyrir okkur sem erum nennum ekki að vera með, þú veist bara skilur við bara 4 metra á milli sitjandi tónleika, bara búin að vefja bara einhver drastlum andlitaðar og bara wow, hvað er gaman maður, wow bara óibarasta, ég fór að eina svona tónleika í COVID, ég var bara, þetta er veðbjör, fólk á að vera alveg snarbilað, skilur, fyrir okkur sem gerum tónlist, þar sem að tónleikarnir er ekki bara á sviðinu, þeir eru líka bara út í krát, allir belar, skilur, allir alveg bara fjölfatlegar í krátinu, bara gjössamlega, þú veist fyrir okkur, þá er þetta núna bara svona loksins, þú veist, maður hefur hoppað í fullt af giggum í COVID þegar það var aðeins að opna og svona, en stóru tónleikarnir voru ekki, skilur, svona, það gæti ekki tekið áhættu með að þau eru að afbóka og allt og allt apart ekki einhver stóra tónleika, þannig að maður var að taka óslega mikið litlu tónleikum. En var eitthvað build up svona á meðan bara, er eitthvað lagasafn eða ég ætla að gera þetta þegar þessu líkur Ég sko, lagið Slagi Pappirinn var til fyrir COVID 2019 bara Já ég man ekki nákvæmlega árið en það er alveg, það er alveg til áður sko. Hversu tæpur varst það að gefa út einhver tíman bara svona síðustu 2 árin? Ég var svolítið bara stífur á því að það ætti ekkit að koma út í COVID. Nei, ok. Eða þú veist, það var aflétt skilur í september í fyrra eða eitthvað? Sko, það var ekki bara release it? Sko, nei, þegar þetta byrjaði, þetta COVID-dæmi ég sagði alltaf þetta verða 2-3 ár ok veist, ég held að 2023 þá held ég að vera svona þetta verður svona nokkuð en eðlilegt skilur annars það heldur bara á Íslandi en ég held að núna verði heimurinn á 22 erum við svona að millibils ástandið yfir í venjuleg hitt. En hvað gerir þú þá? Bara þetta bara 3 ár og byrjar bara að móka Hamraborgin aftur pósturinn? Ég tók alls konar samti herferð ég fór í útvarpið Já, einmitt, þú er að lesa svolítið af tók Harmageddon mjög skemmtilegt ég gerði podcast, Slaka Pappirinn podcasti Slaki Pappirinn podcasti, fólk hætti að tjekka á því ég tók bara 5-6 hugleik og fleiri, það er mjög skemmtilegt ég las inn á auglýsingar Já og það var, ég hef aldrei lesið bara inn á fyrir bara þú veist, einhver sokkabuxur eða samt, sko, sexy sokkabuxur, ég var Adam og Eva ég las inn á fyrir Adam og Eva Já og hvað er ekki sokkabuxur? Jú, það er sokkabuxur, en það er sexy sokkabuxur ég ætla að fara að segja eitthvað svona þú þurfa alltaf að vera eitthvað kettlingur í Instagram að máta sokkabuxur, maður er bara hvernig endaði fólk í þessu en já, þannig að ég var actually að peppa sokkabönd og alls konar Adam og Eva stöf sko maður harka bara, eins og ég hef alltaf gert maður bara redda sér, skilur Þú fórst ekki á sjóin? Nei, en ég var boðið á sjó alveg nokkur sinnum
þú veist á fristitóra sko, en þá var alltaf svona einhvern veginn að því ég var búin að koma með, voru alltaf einhvað, því það var alltaf lengur en mánuð úti, ég var komin alltaf með eitthvað, það var alltaf eitthvað sem ég gat dottið inn í, þótt að vera bara pingu lítil partí, skilurðu, þú veist, þannig ég var alltaf með lausan heila mánuð, þú veist, en sem að maður hefði, en þú veist, að þegar maður var alltaf tekið að fara á fristitóra, að þegar mér var búið að vera kokkur með hann, sko, það er náttúrulega þá ertu á herri hlut heldur en háseti, það er helviti góðu peningur sko, en já, þú veist, maður bara redda sig, maður djöflast bara á harkar og ég er náttúrulega á ekki krakka, ég ætla ekki að, og ég líka ég er alltaf með vaðið fyrir neðan mig sko, ég er aldrei þannig að þú veist, að ef eitthvað gerist, eitthvað svakalegt eitthvað, þá er ég alltaf svona, ég vantristi stórfyrirtækjum sem eiga landið svo ógeðslega mikið, þá tristi ég aldrei að þeir sé að fara að sigla með okkur lignansjó og aðgerir ríkisvaldsins, ég tristi þeim ekki til að sigla lignansjó, þannig ég gerir bara allt sem ég get gert til að ég sé safe og ég held allir að gera það, allir verði bara þú veist, vitleysinga hugmyndirna sem hafa komið í efnaðasmálum hérna, bara eins og við sjáum og þeir eru ekki búnir sko, þú veist, þetta er bara vitleysan og rangar ákvarðanir sem að eru kannski gett réttar samkvæmt einhverjum nýfrálshyggju einhverjum svona fræðum sem fjalla beisli brunna, hvernig ríki geti haldið áfram að ríki með öllum leiðum, við munum alltaf tapa á þessu, kapitalismi er alltaf góðari og hrun til skiptis. Þannig að þá verður menn bara að hugsa þannig, maður aldrei, þú ert ekki að fara núna út leið og lækka vextinn og taka þér brjálað hátt lán til að kaupa þér húsnæði, ég veit að fólk hefur ekkert annað vala því að húsnæði er svo óksla hátt, en þú veist, það mun koma í baki það þú veist, leið og vextinn hækka og þú ert búin að, þú veist, bara taka eitthvað lán sem maður bara ræðir ekkert við, ég meina þá auðvitað er ekkert þér að kenna, en það er mun skynsamlega að vera alltaf einhvern veginn að hugsa, ekki treysta þessu liði, þessu valdhöfum, sko. Ég minni bara á að ég spyrir hvort það var að fara á sjóin sko. Já, innmitt, já, ég sé alltaf að fara með þetta í einhverja pólitík. Nei, sorry, ég bara þurfti að, þetta var mjög gott, ég vil á takkir þess afvegaleiðingu sko. En þannig að núna kemur út Slaggi Babarinn og ég fylgi því eftir og síðan kemur á Rottweiler ammali, þannig að Rottweiler er að fara í stúdíó. Og já, nú í stúdíó. Já, við hefum getað haldið ammalið fyrir löngu en engum á okkur langaði til að halda eitthvað ammalið sem væri svona half-ass. Nei. Þú veist, eins og ég segi, fólk verður að geta bara verið að stunda bara munnmögg í krátinu og bara eðla sig og klussi sig og bara fara bara í sleik og vera líkan og bara svona fá svona vessáraður fólki á sig, sveitt og svona. Þannig að núna er okkar tími komin loksins, nú geta bara þessir gítarguttlarar og þú veist þessi svona, þú veist einhver svona knæpu músikantar, nú geta þeir aðeins slaka á því að nú er pabbi komið tilbaka sko. Helgi getur bara loksins verið heima. Já, en þú veist, Helgi minn maður, hann er að vestan og Helgi er toppmaður og hann er mjög snjall og mér finnst það gott hjá hann að hafa gert þetta, en hann er alveg sammála með það verður skemmtilega, hann er gæi sem er líka alveg til í sveitakrátið en hann getur gert bæði ég nenni ekki að gera bæði sko. Ég vil bara gera svitan sko. Þú og Rottweiler farið ykkur ammælistónleika, þú fer ekki bara heim í rólegheit með blaffa eftir það? Jú það? Já, þú veist, mér líður Þú ert fullorðinn. Já, en það fer náttúrulega eftir hvort ég sé með Bent og Lúla á herbergi sko. Maður á volítið breyk þegar Rottweiler lestin er bara, þegar Rottweiler lestin er komin á fulltrú, þá ræðir þú bara ertu fremst í lestinni aftast eða í miðunni Þú álítir þig eitthvað svona frikkadór meðal þeirra. Þú ert þarna með kottan yfir eyrunum og ég veit að núna sko Rottweiler er kannski það býður, það eru möguleika á að fara að snemmi háttin eru ekki miklir með Rottweiler sko. En það er samt og kannski bara það að fara og vera bara í klukkutíma með sjálfur og síðan þá eru þeir búin að sko brjótanur hurðina eða skriðinu klukkan með rom og þá kannski ámar ekki breyk sko. En það er mjög skemmtilegt
hjá okkur Rottweiler að skýta í okkur það, þú veist, mann finnst það mjög gaman en ég tek alltaf, þú veist, eftir giggi þá þarf ég alltaf að koma niður, þú veist, og líka, þú veist, bara sturta sig og svona og njóta þess, skilur bara í sturtu já, maður er svo sveittur eftir tónleika, maður er sko gegnsósa, þetta er workout, sko ég fitna ekki eftir COVID en bara því að vera ekki að bara gigga já, maður fattar ekki hvað þetta er svakaleg hreyfing klukkutími það sem bara 1.000.000 en ég náði því að mér núna senast ég var alveg þykkur núna sem sagt 2020 í desember það var ég þykkur, það sér það enginn sko hvað eru að tala um í kílóum? Ég var þegar ég var búin að taka sem sagt 1 mánuð vegan 2 mánuði edrú synda 1,5 kilometer í sundi sem alltaf og labba 50-50 kilometer bara, það var bara prógramist, geða þetta labba eitthvað þá var ég búin að missa 16 kíló ég misti 15 kílóin á þessum 2 mánuðum 15 kíló? Já, ok, það voru vantilega eitthvað drasl kíló sem voru komin bara eftir eitthvað ég er svo, vinur mér sagði mér svona, þú ert svo Oprah Winfrey maður bara eitt skipt eftir bara geðvikt eitthvað, bara tannstökuleikur og svo er allt bara þykkur þetta er ekki svona ég hef aldrei verið feitur en ég var orðin, þetta voru 15 kíló sem þurfti aldrei að vera þarna sko. Og ég var ekki orðin eitthvað mjór eftir það sko. En hérna það er að líða en þegar ég tek svona edru pásuðan þá byrja ég að hangja svolítið mikið með allir edru vinni mínum að því að, eins og segi, vinni mín allir alkoholistar helmingur virkir, hinn er óvirkir og þá er ég svolítið mikið að hanga með mannskap sem er búin að vera edru lengi lið sem var að skýta gríðilega í bleiuna þetta með mér, þú veist kringum 2003 og þá lið sem að maður hittir alltaf sjaldan svo er maður óslega ekki að hanga með þeim og þá er ég að segja þeim frá hvað ég er að missa hvað lekur að með lýsið eins og maður segir og þá sagði einn vinkonum minn sem hann sagði bara já, þetta er, ef maður er að glussa svona reglulega þá sko byrja líkaminn að safna vassforða í líkamann af því að þegar þú ert færð í því áfengið þá vill líkaminn hafa nógu mikið af vökva til að skóla út áfenginu bara með eitthvað forða já, þannig að þú vatnast þannig að hún sagði 2-3 kíló hjá liði sem er aðeins að feða sér það getur farið svolítið hratt þegar þú þetta er að pissar þessu út bara já maður var bara mýga baconi sko. og hérna já, þannig að þetta er svakalt workout og fólk náttúrulega hefur ekki séð við langt síðan Rottweiler spilaði þú veist, en við erum að fara það verður svaka fjör kringum okkur og mikið tónleikum og við ætlum að taka all landið og við ætlum að reyna að taka líka öll litlu plássin sem hafa ekkert budget til að fá okkur langar að taka bara alls konar Þórshöfn og bara tónleika þar sem að þú vinna með bara 40-50 manns sko. Þegar þeir eru þetta alveg að vel skeri þótt að þeir séu sko ekki ekki það stóru byggðalagi það borgi sig fyrir okkur að bara anga sérstaklega þetta er bara pay the respect já, algjörlega, þetta er lið sem hefur stutt okkur alveg mikið eins og allir aðrir skilur sem í stærri byggðalagunum sko. En við tökum alltaf stærst á við erum að pæla í heimildamynd við erum að pæla í fullt af nýjum lögum og við erum rosalega graðir rosalega hungraðir sko. þannig að leið og ég klára fylgja til Slæka Babartum þá bara er það Rottweiler stúdíó og síðan bara að plana og plotta heimsögur á það sko. Djöflis mjög þetta. Herðu, Erpur, bara áður en að ég hleypir út smá bara wildcard spurning hérna. Handklæðið á Dalvík? Já. Er þetta svona Freki, þú bara ræður hvernig ég dref þig sko. Nei, ég bjóst við að þetta var svolítið í framhaldi af spurningriðinu Frikka verandi með mér í alls konar aðstæðum sko. en þetta handklæðdjók er svo fyndið og það er alltaf og þetta er endalaust grín hjá mér og Frikka með þetta en ég veit ekki hvort ég ætti að vera að tala mikið um það opinberlega en það mittist engin dýr það var ekkert siðferðslega rangt við þetta en þetta var reynt á Frikka
þetta ég þarf að, þú veist, þarna kemur að því að þú hefðist að vera með eitthvað drikk að anda með, sko ef við tökum gott blackout þetta í næsta viðtali þá getum við fara að ræða þetta Hanklæði er rosalegt og bara, þú veist, og ég hef aldrei séð tana mann og frikka róðna hart, sko við þessa umræða og þessa upplifun og líka bara kannski bara sorry frikki, bara ég hef lagt þetta á þig en Er það ekki bara svarið þessari spurningu ég svar ekki svona helvítis vitleysu? Já, elskar mig, ég svar ekki svona helvítis vitleysu Áður en maður gekk á dyr Já, akkurat, jú, það líklega en eins og ég segi, ég hef unnið í fjölmiðlum og svona og það fátt sem það mikið vitleysa að ég geta svaraði, sko Nei Hanna, en ég svona hintaði á þetta Já En við getum alveg sagt að þetta var svæsið Já, Frikki sagði að þetta yrði offer og ég sagði, ég verð allan að láta á þetta reyna bara undir lókin Þetta er svo gott grín, sko bara í blackouti þá var þetta í blackouti þá nærður líklega að fiska þetta upp úr mér veisla, slagi babarinn úti á öllum miðlum væntanlega, hefði ekki? Akkurat, þetta er allstað, sko ég var að fá eitthvað svona yfirleitt, það er bara einhverju miðla sem ég veist ekki verið til, sko, þetta er ekki bara Spotify þetta er líka TikTok já, bara eitthvað í alvörunni, þetta er rosalegt mikið magna af dótið sem að lögin manns eru spilað einhver svona veitur Já, og ég er svo fegin stúdían í því að ég er alveg með 50-50 stelpur og strákar Já, ok, bara þú ert búin að fá það er tölur út Já, það er sko þeir gefa ég vilt svona grafi við það fannst mér mjög hressandi því að það var tímabilega sem voru miklu fyrir gaurar Já, hlusta og það er, ég elska gaura en þú veist, hvernig er að vinna með það í eftirpartíinu, sko Nei, nákvæmlega það er erfiðara maður þarf að improvisera til að það verði gott partí, sko Það er, já, þú vilt hafa kynja hlutföllin í hlustuninu og eftirpartíinu Mér veist að það er rosalega þakklátt, sko og í raun og veru ef ég byrjar að sækja á að sé, sko, svona hærri prósenta stelpum ég myndi aldrei eitthvað hafa henni áhugur af kynjaskiptingunni ef það væri bara svona 90% pýr, sko þá væri þetta bara ég og allir vini mínir og allir svöðustu tútan sem ég þekki og síðan bara notalegar bara eins og það var að vera í partíi, sko það var að vera bara 1 gaur á hverjar 10 pýr, sko Loka árin, Erpur, takk alveg fyrir spil Já, sömuleiðis